Rigid. Já, halló, velkomin á Guilty Gear Strive mótið hérna. Afsakið þetta, það voru einhverju tæknir öðruleikar þarna. Þannig að við ætlum bara að fara beint í fyrsta leikin í Rússes, þið megið byrja. Þannig að það voru smá þarna erfið leikar sem áttum við, en þetta er alltaf góð núna. Trúið ekki að þeir voru ekki búin að velja lag allavega áður en þeir voru að fara í, þannig að það var kannski ekki. Nei, þeir voru greinilega bara í róliheitum, sko. Já. Við höfum hér Omar og Magic. Og við sáum fyrir þá sem voru hérna að horfa áður í dag, þá voru þeir í Grand Blue líka. Yes. En hér erum við komin í sinni svona aðaleik, myndi ég segja. Það er þá Omar á Elfeld og Magic sem Rigid. Heyrum, greinilega einhver button check vandamál í gangi. Já, bara breyttu takkana, breytum nýtt. Það eru meiri tæknir öruleikar augnablik. Ok, núna erum við komnir aftur, núna þetta er alltaf að fara að byrja. Þetta hlýtur að fara að koma, er það ekki? Þetta hlýtur að fara að koma núna, sko. Við erum hérna búin að vera í smá vandamálum. Já, svona af og til. En við ætlum að fara bara beint hérna í fyrsta leik og vonandi klárum við fyrir klukkan 12. Það verður von. Það hlýtur að vera.
En hérna fyrir við inn til fyrsta. Ómar sem Elfelt og Magic sem Bridget. Fyrsta sinn sem Magic kemst þetta, ég held að það sé örugglega annað sinn sem að keppir á móti með okkur og fyrsta sinn sem að keppir mitt í top 8. Hann var hérna seinast alveg næstu í bara að komast inn sko. Já, einmitt. Þannig að það er skemmtilegt að sjá hann núna komin í top 8 ræktinu. Akkurat, hann talaði líka um það að hann hefði verið búinn að æfa sig gegn sko Elfelt, hafði fengið æfing, hafði fengið coaching gegn Elfelt sko. Já, ég meina, ég trúi því alveg, að ég hef spilað mótunum á Discordinu og hann er bara ótrúlega mikið betur núna heldur en hann var áður. Heyrðu, backthrow, inn í Roman cancel. Hvað, drepur þetta? Já, með mítunum fyrir super, það hlýtur að vera nóg. You know. Jú, meiri nóg, með wallbreak líka og öllu þessu, þannig að það fer hann upp. Tökum við hérna, skulum við sjá. Já. Ok, þetta er klassískt Magic strat, gera svona low rolling ball og svo inn í langa air-taka. Ok, næra hérna hitta honum úr setunum við hana. Já, og svo er hann með fake-outið, það er svo klassískt sko. Ok, backthrower, mjög opportunistic, ok, gott burst. Sjá, burstið kom út. Næra reddanum, en superinn, Return of the Killing Machine, klárar Ómarinn. Ég meina flott hjá honum að mynda ná bara líka einmitt. Svo fara þetta dálítið close eins og þeir eru með þetta. Vel gripið hjá Ómari. Já, það er þetta cross-up sko, það er bara sturlað. Ok, næra hitt hann í neutral. Já, Magic er með svo gott neutral gameplan hérna. Hann er bara með... Þetta þarna líka, með alveg... Super! Þetta hlýtur að vera nóg til að drepa. Yes sir! Og Magic tekur fyrsta leik. Já. Bara vel gert. Mjög vel spilað. Hann var greinilega fyrir ekki að róa taugarnar sko. Hann var hérna dálítið stressaður á hann. Hann var einmitt að tala um það bara eitthvað. Ég byrja að vera meira stressaður út að tækla erurleikarnir. Já. Hann átti að vera fyrstu í leikurinn og hann er alveg sultur slagur hérna sko. Ég finn það alveg. Sjá bara, krabbi líka og allt saman. Sjá þetta, líka með settum eins og áðan með hérna, hann var að spila Cagliostro, nei hvað heitir hún aftur? Jú, Cagliostro. Hann var alveg með setupinn þar sko, alltaf þessar gildur. Ég held að sé með mér svipað hérna sko, hann er með alveg, og líka dösti. Góð nýting á döstinu sko. Næra lenda. Það er bara non-stop hérna sko, en Ómar er komin inn. Já, og með Roman cancelið. Yes sir, komin alla leið hérna wall to wall. Klárar með superinu. Þegar maður er með 100% mýður, þá byrjar ballið sko. Já, algjörlega. Og náttúrulega hann er náttúrulega í pásu núna þannig að hann er bara strax komin aftur með superinu ef það er Nei! Og það, Ómar Magic segi. Það tekur roundið hana. Yes. Vel spilað hjá honum. Bara fyrir beint inn í Wild Assaultið. Backthrow, næri ekki alveg almennlegt meaty. Já, Ómar góður í að halda pressuna. Líka góður. Nei, aftur. Hann er líka alveg fínn í vörninu með það að Magic er alveg með þvílíku pressure, segi ég, sem hann er með. Svo pressa... Andæðirinn. Vel gert. Næri ekki hitt almennlega. Þetta var áhugaverð. Ít honum nær vegnum. Þarna náði hann að hitta meaty. Loksins. Yes sir, og nóg til að fega og í vegginn. Já, þetta er döður. Já, með komboið bara á hreinu. Mikilvægt að droppa ekki þannig nefnilega í svona mikilvæg moment. Nei, akkurat. Ok, næri að hitta jójónu úr loftinu. Nei, þetta var geggjað backdash þarna hjá honum sko. Já. Nei, og næra grípa hann þarna alveg í loftinu sko. Magic veit náttúrulega ymmit hversu langt bursta hann á að standa. Vá, heyrðu, hvað er í gangi? Heyrðu, þetta er bara corner combo, bara ársins hérna, það er ekkert annað. Vel gert hjá Ómar, komur þarna. Flottur. Magic bara, nei, heyrðu. Charge Dust. Er hann með Dust?
komboðin. Hann svo sannarlega, nei! Vantaði smá upp á. Vantaði smá upp á. Já, killing machine aftur. Vel gert. Magic bara. 2-0. Magic bara að standa sig ótrúlega vel hérna. Já, virkilega. Fyrsta sinn í topp 8 og hann bara stendur svo hetja. Einmitt. En Ómar nú samt ekki búinn að leggja neina pressu á hann, sko. Þegar hann nær hérna kombónu, þá er það bara wall to wall. Þannig að hann þarf bara að ná að hitta. En núna hann kominn í vegginn. Vá, þetta var svo sniðugt hjá Magic að stoppa þarna aðeins fyrr. Hann með þetta líka alveg á hreinu. Já, það bara svona quick jumpin, sko. Það erfitt að komast úr þessu, sko. Man þarf bara að reyna að vera ekki í þessa stöðu til að byrja með. Vá, heyrðu hvað? Ég veit ekki alveg hvað var að gerast þarna. Já, Magic bara capitalizer á þessu samt. Ég veit ekki alveg hvað þetta var. Vá, það explosive. Nei, heyrðu, command grabið. Heyrðu, set points. Það er game point eða ekki? Já, bara, já. Það er set point hjá Magic eins og þér. Hann er bara, þessi linnir ekki, sko. Þetta bara heldur áfram hérna. Já, núna þarf Ómar comebackið, sko. Búið með burstið sitt hérna. Slæmum stað í veggnum. Og hérna gæti þetta verið búið. Nei, hann snýst við þarna! Heyrðu, hann droppar. Nei, heyrðu þarna. Það er bara ótrúlega vel spilaði á Magic hérna. Já, virkilega. Kemst áfram. Sýnir að hann hafði það svo sannlega skilið að vera í topp 8. Já, algjörlega. Heyrðu, við hérna, það sem við vorum mjög seinir, þá bara næst Ingi Þór og Kleppir. Endilega komiði að spila. Já, bara... Sem fyrst. Við vorum hérna áðan að tala bara wow, þetta er alveg, við erum... Veist þú hvernig var sem vildi horfa á streik? Þetta inn á Instagram. Það var áðan einmitt að hérna... Við lentum í smá vandamál með tölvuna þannig að núna ættu að vera komnir, sko. Núna er spurning Ingi Þór séð á þarna, hann eru að standa upp, vonandi við komaði bráðlega. En við áttum í vandamálum hérna. Hvað er þetta? Nei, þarna er stærsti aðdáandi, Magic þarna í... Já. Æja, ég finn út af þessu senna. Ókei. Hvað segir þú? Ingi! Já, augnablik, já, við skulum, ég ætla að mjúta þig hérna. En já, nei, bara búið að vera ótrúlega gott mót eins og mér finnst þetta bara fín mæting og hérna þægilegt að vera hérna í Next Level Gaming, leiðilegt með þetta hérna með þessu teknilegu örðuleika, en svona kemur fyrir. Þannig við ætlum að reyna að fá það til þess að byrja eins hratt og við getum svo við getum reynt að koma á, já, það sem ég var að segja á hann. Við vorum alveg á hérna, ég og hinn Egill, við vorum alveg bara, við erum bara akkurat á tíma. Og síðan senkaði klukkutíma út af þessu tækni vandamáli, þannig að það skiptir ekki máli. Við mögum aldrei vera á tíma, þannig að mun alltaf vera eitthvað vandamál. Þarna eru þeir að koma sér fyrir. Ingi Þór náttúrulega Potemkin maður, þannig að hann er bara rosalega góður sem Potemkin mitt. Ég ætla að setja hérna úrslitin hérna. Við, ég er að reyna að átta mig á hérna aðeins hverjir hérna í púlsaðan. Kleppir náttúrulega spilar Ino, ef ég man rétt. Já, Ino. Og hann Ingi Þór er Potemkin maður. Þetta verður spennandi. Kleppir er sem sagt þekktur fyrir að segja að Potemkin er easy matchup. Þannig að það er spurning hvort það gildir líka með Inga. Ingi er náttúrulega með aðeins meira svona aðeins öðruvísi Potemkin playstíl, heldur maður sér oft. Þannig að spennandi að sjá hvort Kleppir getur adaptað að þessu. Algjörlega. Það er líka áhugavert að sjá hversu margir gildíkir menn eru á hérna er á lyklaborði. Það hefur mér ekki komið á óvart, sko. Það er ekki nóg gott að mínu mati, sko. Ég held að, sko, það var eitt sem var með þannig að það gæst breytt yfir í hérna... Já, það er einmitt Kleppir. Já, ok. Hann er með svona
En það er spurning hvort það myndi virka ef maður myndi tengja þetta við, þú veist, venjulega tölvu. Eða þú veist, PlayStation segi, ekki venjulega tölvu eins og tölvunum sem við erum nú þegar með tengta við. Ég held að við ætlum að prófa það á eftir, sko. Þannig að... Ég held að vera sniðut. Herru, þá eru þeir bara... Já, það er greinilega button check fyrst. Button check. Já, Kleppir hann er hérna, elskar þessi button checks. Hann svipaði eins og Dan 50. Ég hata button check. Ég vil bara fara yfir í leikinn. Nei, segi svona. Nei, best er í Street Fighter 6, það sem er svona built-in button check. Ég skil ekki af hverju það er ekki, ég var eftir að hugsa það bara, er það ekki einhverstaðar hérna, nei ok, það er greinilega ekki hægt. Nei. Það er, ekkert að Guilty Gear, já en Guilty Gear náttúrulega var, nei hérna, Street Fighter 6 náttúrulega er mjög góður með þetta, svona accessibility, þannig að, já. Og margir leiki geta nú endilega, ég hef nú séð einhverja sem eru með modda fyrir, þú veist einmitt eins og Guilty Gear eða eitthvað, það sem að þú sér þarna frame datað neðst niðri. Já. Það er alveg revolutionary í tech, sko. Er allt í góðu? Ok, byrjið þá. Já, Guðjón er bara byrjið. Ok, já. Þetta virðist allt virka hjá þeim. Yes, sir. Eins og það mun alltaf gera. Já. Nei, segi svona. Nei, það er fínt að fólk sé tilbúið að hafa takna sína. Það verður að hafa takna sína, sko. Þannig að það er alveg mikilvægt, sko. Lenda ekki í stöðu eins og síðast þar sem dash-tackinn bara virkaði ekki. Já, akkurat. Og hérna förum við inn í leik 2 hérna í loser side. Kleppir og Ingi Þór. Nei, heyrðu. Bara dálítið defensive byrjun hjá Kleppir. En ég verð að segja, Ingi gerir rosa mikið með þetta hoppa sko og gera down punchið sko. Það er dálítið, ég veit að það eru alveg margir Potemkin sem gera það kannski, en mér finnst þess að ég sjá að hann alltaf gera það sko. Nei, það er mjög svona... Nei, flott! Hopp þarna í burtu. Ok, wow, aðja. Þetta er náttúrulega bara damage, bara allan daginn. Þetta er flott, vel gert, komin hérna inn. Já, með counternum hérna, komum við inn í vegginn. Gott kombo hérna. Brjóta vegginn, heyrðu, við erum jafnir í lífi aftur. En Potemkin á náttúrulega meterinn. Heyrðu, hann reynir að ná honum úr loftinu. Nei! Oh my god, backthrow. Wow. Nei, og Ingi nær hérna fyrsta rándinu. Backjump slash. Flottur, koma með hann hérna. Henda bara inn í nokkur punch hérna. Wow. Flott. Víti í hérna chemical love og allt. Ok. Hérna er wall comboið. Já, hann er líka með þetta á reynu líka bara. Þú veist, chargeið þarna inn í árásinu og allt saman. Nei! Já, Kleppir alveg helviti góður í þessum komboum. Throw punish. Æjæjæj. Bara meaty 2H. Þetta er eitthvað annað. Jú, hendi sér í... Nei, vel gert hérna nær. Nei, og droppar hérna. En hann er, ok, og Ingi tekur fyrsta leik. Ok, ég var alveg að fara að trúa að þetta var að fara að koma tilbaka þarna, sko. En, þetta er ekki búið ennþá. Kleppir stóð sig frekar vel þarna einmitt, sko. Nú þarf hann bara einmitt að taka þessi vörn, sko. Hann þarf að vera alveg með vörnun á hreinu gegn honum, Inga. Já. Burstið farið hjá Inga. Nei, hann sýndi það náttúrulega í Grand Blue að hann er alveg með gott offense. Nei, þarna flott hérna komast fram hjá armorunni hjá Potemkin sem er náttúrulega eitt af versta, erfiðasta við Potemkin segi ég. Flott punish þarna. Gerir súperinn til að komast fram hjá Dustin. Geggjað! Já, nær seinna högginu hérna og er með, hei, droppar kombónu þarna í loftinu. Já, en nær að taka eitt ránd hérna. Kleppir getur verið að snúa þessu við hérna. Nei, hörðu. Þetta ég var smá hræddur. Ég held að var að fara að grípa hann þarna. Flott. Low hérna hjá honum og nær honum aftur. Wow, bara spamma þessi low, sko. Yes, sir. Nei. Busterinn, já, hann Roman-cancelar þetta. Yes, sir. Þetta er náttúrulega algjörlega óeðlilega fair damage fyrir það. En Roman Cancel náttúrulega hjálpaði þarna að ná öllu þessu damage meira með wallbreakinu. En núna er hann á góðum stað, vanandi meter líka. En Kleppir á ennþá burstið, það er spurning hvort hann vilji nota það fyrir næsta leik. Nei, heyrðu, hann nýttir þarna. Nei, backthrow. Já, hann er samt í veggunni núna. Já.
Já, þetta var planið allan tíman, hann ætlar að reyna að koma um í hinn vegginn, sko. Þetta er nefnilega hans lið, sko. Þetta er hans lið. Hann svo lítið eftir! Núna er bara spurning hvað hann er að gera, hvernig er að chippa út, sko. Hann er að chippa hann. Nei. Það er spurning hvort hann veit. Nei, hann nærði þarna. Oh my god, hann var tilbúinn. Yes, sir. Ég meina hvað annað hefði hann getið gert til að komast fram með þessu. Já. En vel gert hérna hjá Inga. Jafnar þetta. 1-1 hérna. Í rounds. Fænanátti komið hérna og virkar virkilega vel hérna í byrjun hjá Kleppir. Já. Nei! Það er svo langt í burtu fyrir þetta. Ég sem var að hrósa honum á hann fyrir þetta. Það má gera þessi mistök, sko. Nei! Heyrðu, geggjað. Vel gert, sko. Þetta er eitt af uppáhalds-múfunum hans, sko. Hann bara Þró hérna komin í vegginn. Slemmi stað. Ok, Nilo. Já, Bara 5 P. 5 2P, sko. Það er bara... Nei, burst baitið! Ó, nei, hann er ekki að pönnusa því. En þarna með þetta. Getur nýtt sér þetta gott hérna. Yes! Er hann með nóg? Já, bara til að vera alveg örugur þetta myndi drepa. Það var ekkert langt frá því að það myndi lifa, sko. Nei, akkurat. Hann vildi ekki að myndi endurtaka það sem gerir seinast, sko. Nei, mitt. Þannig að hérna er það 1-1. Kleppir tekur leik 2. Strax búið með börsu sitt. Nei, kemst hérna. Þetta er líka mjög þægilegt. Hann er heppilegt að hann er með þetta mitt, sko, að geta gert 2 hit þarna í gegnum armóruð. Þetta er náttúrulega, stór partur við Potemkin er náttúrulega að lenda í þessum armórum, sko. Já, einmitt. Ef þú ætlar að vera berger Potemkin þá sko, eins og þú sér bara, nei, ekki. Þarna hins og Dustið, hann er alltaf tilbúin með þetta. Hann er bara tilbúin í þegar Dustið kemur. Bara besta kamptegin. Yes, sir. Super. Yes, sir. Já. Bara hann, eins og ég segi, hann vill ekki lenda í þessu aftur. Það er ekki, hann vill það ekki. Nei. Skulum sjá. Heyrðu, bara klassískt forward jump hjá Inga. Ok, blokkar þannig að hvað sem heitir Hammerfall, Slidehead. Ok. Ingi á góðum stað hérna. Þetta er bara fylg pressa frá Inga. Já, inn í vegginn. Ætlar hann að díla við þessu í þetta skipti? Nei. Bara tekinu í jetin. Þetta var næstuði perfect, sko. Já. Þetta leit bara mjög vel út hjá Inga. Nær hérna kominn. Svo langt í burtu. Flottur. Undir bara jabin hjá hann. Komið með hann í vegginn, en rétt og setna á börstið. Nú byrjar Kleppur hérna að gera eitthvað. Nei, heyrðu, ok. Þetta leit sterkt út hjá honum. Já, því miður kom börstið þarna og stoppaði hann. Þetta þarna, nær honum alltaf hérna. Þetta er mitt. Komið í vegginn. Ó nei, þetta er hræðilegur staður. Nei, kannski lifir hann. Oh my god, hann er, já. Oh my god. Ó nei. Hann hefði kannski getað reynd að nota, því hann var með fullan meter. Því hann var með fullan meter og hann kannski getað nota Roman Cancel fyrir eitthvað. Ó hann, já. Ok. 2-1 og svo tegum við vekkarinn hann í endanum. Kleppur tekur leik 3 hérna, komin á set point. Er hann að fara að halda áfram? Já, sko. Góð byrjun. Hann búinn að byrja mjög vel senastu 2 leiki. Já. Ok, beint í burstið. Vá, heyrðu, úr loftinu með nótinni. Freka gott. Gott hopp þarna. Koma sér í burtu úr hættunni og koma með næstu í vegginn. Ekki alveg. Droppar þarna. Vá. Heyrðu, ok. Reynir hann að empty lowið. Það var ekki með super til þess að þeim bregðast við þessu dustið þarna. Og núna er... Nei, heyrðu! Nei, hann blokkar ekki setna hittu. Ó nei! Fyrir gegnum vegginn. Vá! Oh my god! Hann lendir og gerir bara... Já, alveg. Þvílít þarna. Ó nei! Ok, bara... Þarna nær hann dustinu, hann er ekkert. Þetta er bara 50% farið, bless. Það var ekkert annað. Nokkuð 5p þarna. Nei. Flottur. Vá. Vel gert, hérna komum við vegginn ennþá, en burstið farið. Hann fer yfir bara með... Hann er tilbúinn alltaf í þetta líka. Hann er með mikið af brellum til þess að vera með tilbúinn fyrir pottið, sko. Já. Nei, hann hefur verið að æfa mikið á mótið Potemkin. Ég skil. Það meikar sens, sko. En hann er á slæmum stað varðandi líf.
Ok, hérna kemur veggurinn aftur. Metrinn er að koma. Nei, hann blokkar þetta bara. Ok, heyrðu. Ok, nei, hann er ekki komast á niður, en burstið er farið. Heyrðu, annar veggur. Yes, hann ætlar að reyna... Nei, það fór undir. Oh my god, hann átti ekki súper. Nei, og þetta kemur að einmitt. Overheadið kemur hérna yfir. Ok, Ingi á ennþá sjens. En hann er komin með mökkinn. Frekar hratt. Hvílíkt counterið. Nei, heyrðu, droppar. Æ, nei. Gænu enda með hérna throw-in-vum. Ok, kom henni í vegginn aftur. Wow, ok. Yes, sir. Hvílíkt pick-up á backdashinu. Hittir þetta? Já. Nær hérna alveg í toppinn. Skulum sjá. Hvað gerir hann hér? Heyrðu, bara high eftir high eftir high eftir high. Það er svo skemmtilegt. Þú múti Ino. Nei, heyrðu! Hann mistæmar þetta. Oh my god. Oh my god. Heyrðu. Það er ekki heiminn í böstunum þannig. Heyrðu, kom með hann hérna í vegginn. Er þetta loka komboið? Það er spurning hvort hann er að klára þetta. Súper! Er þetta nótið að drepa? Yes, sir! Já, það er það. Kleppir tekur. Vel gert hjá Kleppir. Ótrúlega gott. Vel spilað hjá honum hérna. 3-1. Já. Geggjað að sjá þetta. Heyrðu, næst Dan 50 og Egill. Nú. Þannig að ég hérna, annarkvæmt kemur eitthvað með mér eða ég bara solo þetta. Stað, já. Við hérna fáum að sjá, ég ætla aðeins að taka örskamma stopp hérna. Og já, mjúta mækinn hérna hjá Egill. En já, þeir ætla að fara núna. Taka þetta bráðlega. Þetta var ótrúlega vel spilað hérna hjá báðum. Eins og ég segi, Dan 50 lenti í öðru seti og sigraði áður. Og Egill fyrrum sigurvegara hérna. Þessi sem eru hérna einmitt í Winner Finals eru mjög sterkir sko. Þannig að núna er hugsunin. Egill. Winner semifinal. Það erum við komið þetta hérna tilbúið. Þarna eru þeir Egill og Dan 50. Hann var að spila Batman á hann Dan 50, þannig að það er spurning hvort hann ætlaði að halda áfram með Batman eða hvort hann ætlaði að breyta til og fara aftur í hérna nú er ég bara að glemma, Axel heitir hann. Button check. Passið ykkur, það er button check á leiðinni. En já, það er lock-in, Kai, lock-in leið. Síðan er bara spurning hvað við sjáum hjá honum Dan. Ég er spenntur að vita hvað hann ætlar að velja sér hérna, sko. Jú, byrja Batman hérna. Við sjáum, eins og ég segi, þetta er smá button check hérna hjá mönnum. Gera sér tilbúna hérna fyrir þennan leik. Þú segir, við erum hérna með smá button check hérna. Þetta er mjög gott að hafa takkana sína einmitt tilbúnir með þetta. Núna getum við farið inn í leikinn sjálfan. Það er alltaf að velja lag, sko, það er alveg, og stage, þetta er alveg mikilvægt fyrir menn. Svona. Herru, þá förum við inn í fyrsta leik á Winnerside. Tökum hérna Egill og Dan 50, báðir fyrrum sigurvegarar Nýþöggs. Og það er spurning, hver er að fara áfram í Winner Final? Báður þetta er eiginlega kemur á óvart að þetta sé einmitt að gerast núna því að þetta er venjulega einmitt, Winner Final hefur verið núna einmitt þessir tveir að spila. En
ekki í þetta sinn. Eftir að Crownlands tók seinasta mótið með þvílíkum stæl, alveg skreið upp úr loser side. Flottur hérna, góð pressa hjá honum Dan 50, en kominn með hann hérna í vegginn. Egill á sko svo sannarlega wall combo fyrir allan peninginn. Nú hann koma hérna sér inn, gott throw hérna og já, bara nýta sér þetta allt sem hann hefur. Tekur fyrsta round þarna, frekar dominant hjá honum. Spurning hvort að Dan nái að gera gott hérna á móti. Gott low. Já, með vörnina alveg á hreinu. Burstið fari hjá honum Dan. Og slætið þarna, þetta var flott slæt. Nær ekki seinna höggina þarna, en þarna kemur það. Og hann á ekki metir fyrir neinu hins vegar, en það þarf ekki. Því að hann tekur bara fyrsta leik bara dominant. Beintur í næsta. Það er náttúrulega ekki að skipta persónu. Tekur Batman inn ennþá. Ég er gott hérna, nær ekki koma sér inn. Þarna, ok, Dan. Nú byrjar offensið. Er með meiri meter og meira líf hérna og núna er hann á, nei, heyrðu, beitar burstið þarna, vel gert. Alveg með góðan meiri hluta af lífi hérna, en hann á ennþá burstið sjálfur. Nær hérna að ná, akkurat. Ok, Dan tekur fyrsta round hérna í leik 2. Já. Burstið farið strax. Ok, hann er tilbúin í þetta núna. DP. Yes sir, back throw inn í vegginn. Ertu hér. Faultless defense hérna til þess að koma, en hann nær honum á góðum stað hérna. Súper. Aðeins til þess að komast áfram. Gott að eða metir þegar hann hefur séns á því. Nær. Gott throw break þarna hjá Dan. Flottur. Heyrðu. Var Dan að ít og taka? Hann var svo sannarlega ít og taka, en það cancelið. Komið með hann í vegginn. Throw. Hann var ekki metið til þess að geta cancelað þessu, en þarna einmitt tekur. Ok. Báður komnið með round hérna. Valdasolt. Menn í veggnum alveg reynt hérna og endalaust, en það skiptir ekki máli. Það er bara slætið undir þetta allt saman. Kemst ekki inn. Ok. Hann á burst, en hann ætlar ekki nýta það hérna alveg eins og er. Nei, heyrðu. Er þetta resetið? Gott throw break, aftur. Báðið með góð throw breakin. Nær hérna DP-inu. Ok. Ok, þannig er það. Eyðir smá metir til þess að koma sér inn. Súperið, veggur. Ok, núna er positive, en oh my god, hann nær honum aftur. Hann er með vegginn og hann á súper. Þetta er núna gríðarlega jafnt. Hvað er planið? Nær honum! Hann grípar hann alveg í lokin. Og Egill tekur leik 2. Ok, þetta var þvílíkt. Ok. En Dan var að standa sig ótrúlega vel þarna. Þannig er spurning hvort að hann, Egill, nær að halda þessu momentumi gangandi, eða er Dan að fara að snúa þessu við. Gott beit á þessu DP þarna. Komið með góða stað hérna. Ok, þetta lítur vel út fyrir Dan. Báðir er ennþá burst eftir þróið hérna. Ok, komið við vegginn. Halda honum áfram. Súper. Og það er nóg til að drepa, ok. Dan tekur fyrsta round hérna leik 3. Ok, flottur, kominn inn strax hérna. Beint í vegginn. Ok, burst er búið hjá Dan. Nei, nær góðu hérna. Meaty fireballið. Dustið, en nær faultless defenseið að passa upp á þetta.
komin alveg hérna í vegginn. Þetta var ótrúlega vel spilað þarna, hoppa yfir þetta. En Dan með svar við þessu. Kemur hérna. Það aðeins og næra að pikka upp þarna með lóinu. Sprengjurnar. Þessi linnir ekki, hann búinn að íta honum bara hægt og rólega. Ekki mikið að árásum bara, hann bara búinn að íta honum í átt að hinum vegnum. Og komin hérna. Burstið komið. Yes sir. Einn með hérna alveg næstu í vegginn. Því miður þá pikka hann. DP beitaði DP-ð og það mögulega nóg til að drepa. Hann með hann í vegnum. Já. Og Dan tekur leik 3 hérna. Heyrðu, þetta að vera comeback hérna eða hann Egill að fara að ná að loka fyrir þetta? Hann virðist vera að finna fyrir smá pressu núna sko. En þróið. Flottur. Beitaði burstið vel þarna. Sjá þessi kombos hérna. En hann kom aftur. Kom sér sjálfum í vegginn hérna. Slætið hérna, ok, flottur. Hann á þetta burstið. En hann þarf ekki á því að halda. Hann nýtir sér hérna. Koma meira áfram. Og superinn hérna, yes sir. Ok, núna Egill held ég byrjað að svitna sko. Þetta. Núna hann búinn að kveikja á einhverjan Dan. DP, góður staður til að finna DP-ið þarna. Wild Assault. Sjá þessi hopp hérna og bara endlaus hvað að gera. Ég verð að segja, ég veit ekkert hvað að gerast hérna. Þetta allt saman allt. Það að koma við vegginn hérna. Þetta lítur vel út fyrir Dan. Núna bara að halda sig á fjarlægð til þess að ná að grípa hann hérna. Burstið beitað. Og Dan tekur leik 4 hérna. Final leikur á milli þessara tveggja. Ok, strax búið með burstið hérna. Hann þarf að finna eitthvað sko. Ég veit ekki hvað Dan virtist ekki vera að gera nokkuð skapað af þessum hlutum sem hann að gera núna í fyrri helmingnum. En hann bara að finna hluti núna. Nei! Hann svo langt í burtu fyrir þetta, ekki með rangeið fyrir þetta hann Egill. En það verið að chippa hann út hérna hægt og rólega sko. Hann að grípa hann þarna. DP-ið, að leiðinda DP þarna. Komin í vegginn. Yes sir. Super. Nei, hann átti ekki nóg fyrir því. Það var að horfa vitlaust á tensiometer. Flott slæt hérna inn. Hann á ennþá burst en nýtir það ekki þarna. Hann þarf kannski ekki á því að halda eins og Þarna fyrir burstið. Erfitt fyrir Egill hérna. Egill þarf að gera eitthvað en það bara onslaught af hlutum að gera hérna. Ég veit ekki eins og hvað á seiði. Nei, hérna backthrow-nu komið við hann í vegginn. Hann átti ekki metri. Ef hann hefði átt metri þá hann mögulega getað drepið þarna. Wild Assault! Nei, og bakta sér þarna ekki alveg nógu mikið. Þetta var svo nálægt. Ok. Dan kominn á setpoint hérna. En Egill nær að komuna mín. Þróa annað hérna. Hérna vegginn. Hérna lónu. Flott defense hjá honum. Nei, nær honum hérna. Ok. Það því miður ekki að halda því áfram. En Egill metir hérna til þess að reyna að minnka aðeins damage sem hann lendir á sér. Og hann á góðum stað hér. Egill, hvað planið hjá Egill? Sjá þetta sko, það eitthvað í gangi sko. Ég heyr alltaf líka Sonic-hljóðið. Það spinta eftir Sonic, ég heyri það alltaf. Ég veit ekki hvaða move það en það alltaf þetta. Og nýtir hann nýtir báða. Hann nýtir bæði Wild Assaultin sín þarna til þess að klára þetta. Hann þorði ekki að halda sér gangandi mikið lengra. En slæmum staðvarandi burst á meðan. Dan alveg að fá sitt tilbaka. Gripinn í loftinu. 40% farið. Bara 50% eftir að lífinu sínu hérna. Og góður counter hit þarna. Nær honum alveg upp í vegginn. Hann á burst. Það nýtir sér það ekki ennþá. Nau, klárar. Vel gert. Búinn að jafna lífið hérna. Núna spurning hvort að nýta sér super eða frekar eða burstið.
Hann var að beita það en hann beit ekki á það. Dan að... Þetta... Núna eru hlutir að gerast. Báður nýta sér. Kara kansolið hérna. Þetta svo nýfjaft hérna. Og Egill tekur það. Oh my god. Og Egill hérna loksins. Eftir að hafa tapað núna seinustu 3 eða 4 mótin gegn honum, nær að snúa þessu við. Vá! Ótrúlega vel spilað bara hjá báðum, en vá, sjá þetta bara hvað Egill var fljótur að hugsa hvernig hann gett breytt þessu þarna í lokin, en Dan var alveg að fara að snúa þessu við. Þetta var clutch move þarna alveg upp í lokin. Hörru, næst Crownless Chief og Ironclad. Við fáum konunginn frá seinasta. Commander-in-Chief eins og Super MS sagði á móti Ironclad sem spilaði, já ég held hann sé að spila Gold Lewis einmitt. Slayer Gold Lewis eflaust að fara að koma hérna. Ótrúlega vel, þeir eru allir hérna, fólk bara að hlaupa í þeim hérna. Veit algjörlega hvað þeir eru að gera. Okay. Þeir eru að gera sér tilbúinu hérna. Heyrðu, ótrúlega vel spilað. Þetta var bara clutch ársins, sko. Já, þetta var, ég dálítið ánægður með þetta performance, sko. Já, ég get alveg sagt það, mér finnst þetta var bara impressive að horfa á þetta, sko. Já. Bara náðu, sko, líka bara, ég sá pressan vera komin þarna. Eftir leik 2, og byrjaði eitthvað, fokk, þá náði hann að byrja að koma tilbaka og ég sá alveg, sko, eftir 3 round þar sem hann vann í röð, sko, þá var það smá pressa, en þú alveg snýrur þessu við alveg í lokin þarna. Já, það var mjög vel spilað hjá honum líka. Já, alveg. Þegar hann fór svona yfir með hann að cross-upið, svona með sprengjuna. Já, líka þegar hann, þú veist, pompaði niður og gæti hoppa aftur upp eftir það og eitthvað. Þetta var alveg mikið af hluti sem var að gera sem maður vissi ekkert hvað var í gangi. Herðu, já, næst eins og ég segi, Ironclad og Crownless Chief. Bara sjáum hvernig, skulum henda bara á skján hjá þeim. Já. Það spurning, ætla hann taki Gold Lewis eða hann tók pott á þann, sko? Já, það rétt, þú veist, hann tók Potemkin bara af því hann var að spila mútið Ino, sagði hann. Já, ok. Þannig að ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvort hann tók eitthvað Gold Lewis í dag. Kannski fyrsta round eða eitthvað svoleiðis. Já, það virðist vera Gold Lewis. Crownless greinilega komin á Batman Grinds. En gott að sjá hérna einmitt að vinna bara semi-final bara gríðarlega jafnt, sko. Nei, það er rosalega mikið af sterkum spilurum í þessum leik sem svo skemmtilegt. Það einmitt áðan, þá var hérna Skógarbjörn sem hérna geggjör Potemkin hjá okkur, var alveg bara rétt svo pushed out of top 8. Já. Nei, þetta ég held að þetta sé svona fyrstu almennilega, þetta og Tekken eru svona fyrstu almennilegin það sem er bara rosalega mikið hverjir komast í top 8, sko. Já, einmitt. Þú veist, það er svona button check, snúum við þessu tilbaka, við erum ekkert að fara að sína eitthvað meira af það. Nei, þú veist, ég sé það alveg, þú veist, það eru svona, kemur fyrir, það er svona cirka bát hægt að giska á hverjir eru vinnur finals. Já. En síðan er það svona loser finals, það er bara keppni, hverjir komast áfram, hverjir eru að fara að fá sjensin þar, sko. Nei, og svo einn til dæmis Super MS, einn betri spilurum hjá okkur, hann mætti ekki eins og í dag. Já, akkurat. Þannig að þetta stack mode, það er án hans. Og síðan vantaði líka einmitt tvo hérna sem skráðu sem komist við miður ekki. Já, einmitt. Þannig að það er alveg nóg af spilurum hérna á landinu, sko. Já, algjörlega. Heyri, þeim við byrja að leikja? Já, Guðanabænum. Það var málið. Það er bara endalaust verið að koma einhver afsakanir til að halda áfram að leika sér, sko. En hérna fyrir við vonandi beint í næsta leik Gold Lewis og Slayer. Þetta er hérna Super MS mættur í chatið. Leið og Crownless byrjar að spila, þá var hann mættur. Já, hann bara eins og ég veit ekki hvað. Já. Heyrðu, þá er komið að því sigurveri seinasta móts. Já, það er rétt. Spurning hvernig honum gengur í hættaskipti. Það er komið nýjan lit. Leikar Ironclad líka. Já, ok. Hvað er það? Já,
já, það er hérna... Ég held að þetta eiginlega... Kannski ekki, þetta er bortilánlega yfirlegi, eða ekki? Kannski þurfum að breyta reglunar aðeins. Við sjáum til með þetta allavega. Hérna byrjum við beint inn í leik 4, hérna, winner semifinals. Heyru, við sjáum hér að Ironclad, hann er náttúrulega Potemkin og Goldwish megin. Hann nýta sér Jumping Dust rosalega vel. Heyru, gott backthrow punish. Komin í veggi inn í mitt. Nei! En Crownless kann svo sannlega gera það sama. Nó, hann er safe jumper. Það er ekkert annað og nú byrjar ballið. Þannig að búið með metininn sinn núna en það skiptir ekki máli. Hann er búin að jafna lífið. Nei, maður sér líka hversu mikið health Goldwish sem er. Hann, þú veist, tók ekki nálægt í jafn mikið damage frá þessu og sumir aðrir. Já, hann og það skiptir ekki máli, þetta er gegn Slayer. Já, reyndar. Þú ætti ekki að færa pæla eins mikið í kannski. Nei, bara vel gert. En hann náði alveg slatta að lífið þarna í byrjun. Já, það er rétt. Nei, flott hopp þarna. Goldwish er með svo lágt jumpar. Hann fer ekki það hátt af jörðinni. Þannig að hann næra að gera þessi mjög low to the ground, jump dust og jump heavy. Flott hérna, góðu Crownless komið með hann hérna í vegginn, brjóta vegginn mitt. Já, bara signature Crownless combo. Yes sir. Ég sá það daginn, það var einhver með Slayer combo sem einhver séraði inn á hérna, inn á Discordinu. Og var að tala um það bara ekki. Já, ég held að þetta var bara næstuði það. Þetta combo næstuði. Að tala, gaurinn á Twitter talaði bara ekki. Ég tók mig 3 klukkutíma. Nei, heyrðu, gott bait þarna. Tók mig 3 klukkutíma á þessu combo og Crownless fer inn og tekur það á kortir, þá var hann búinn að aftur sjá því. Það var ekki meira en það sko. En Crownless tekur fyrsta leik. Fljótur leikur hérna. Náttúrulega gott að hafa mann sem gerir mikið damage. Nó. Já, það er rétt. Ok, command-grabir. Ok, gott burst. Líka kemur hann í veg fyrir þessu buffi hjá Slayer. Svona 5-4 command-grab. Ok, jájá. Það er wallbreakið. Það er enn og aftur wallbreakið. Næðum alltaf, koma fólki alltaf í vegginn sko. Já, næri ekki að tæma vítið alveg rétt. En hann á ennþá burst, ætlar að nýta sér það? Nei, held ekki alveg eins og er. Og þarna kemur að throwið. Einhver í kommentunum ekki ánægði með báða sem eru... Nei, ok, ég ætla að vera að segja. Og Goldwish, ok, þarna er þetta. Nei, Goldwish, hann er bara í 3. sæti á þessu. Já, ég skilji. En hann á ennþá burst hérna. Nei, droppar komboinu. Nei, það var nú verst. Flottur. Burstið komið hérna. Og ætla hann hendi, yes, Sammo gera það. Ég held að hann myndi ná grabbinu að hann. Og þarna er það. Ok, wow. Og leikur 2 bara kominn. Já. Ég er ánægð, ég held að það verið gott að Crownless myndi bara taka alla leikina. Þá myndum við geta klárað mótið bara í tæka tíð sko. Já. Þetta er alltaf jafnt á mörgum stöðum, en Crownless bara, hún er meira drullu saman. Hann er bara mættið til þess að... Heyri, þú sér þetta, hann er bara að abúsa jump dusted. Yes sir. Sjá þetta chip sem er algjörlega óeðlilega fair sko. Já, þetta er Goldwish. Hann þarf þetta. Hann þarf þetta. Svo sannlega. Yes sir. En það er heppilegt að koma með hana hérna í vegginn. Já, næri ekki að þróa gappið hana. Flottur, heyrðu, ok. Þessi vörn. Wow, heyrðu, bara eitt left hook í andlitið. Nær að ná hennu með minigunninu. Það er ekkert annað. Flottur, ok. Hann er alltaf komið með round allavega. Já, spurning hvort hann næri ekki örugglega að taka leikinn. Já, næri ekki alveg. Heyrðu, þetta lítur vel út samt sem áður. Wow. Já. Oh my god, já, nei. Ég var að fara að segja að hann náð burst baitinu þarna. Flott, hérna command-grabið hérna, komið með henni í vegginn. Hann er bara að ná að opna þessa vörn sem er óendaleg. Já, mjög vel blokkað hjá Ironclad hérna. Wow. Þetta var ekki einu sinni, þetta var millimetra frá sko. Þetta var eiginlega ekki í lagi. Super hérna, þetta er ekki nóg til að drepa. Nei. Ekki nóg til að drepa. Goldwish með smá meter, spurning hvað gerum við það. Oh my god. Skort straight þannig. Yes sir, og Ironclad tekur leik allavega. Já, mjög vel notað þarna deflect shield. Já. Ok, bara round start þarna Typhoon. Hann er fljótur að koma honum í vegginn, en það er bara spurning hvort hann næri að halda vörninu síðan eftir það sko. Já, einmitt. Næri ekki backthrow punishinu. Já, beint komin hérna inn í, komin að veggnum, aftur, eins og ég segi, komin með hann í vegginn.
Hann er ekki super til að klára þetta. Já, what? Og enda Salt. Já, svo minigunnið. Cancelar það. Hann er bara... Þetta er smashleikur. Nei, hann var hoppið. Oh my hann næri þarna. god. Yes, Það sir. er ótrúlegt. Crownless. Komin á góðan stað hérna. Emmett. Akkurat, kemur hérna. Crownless. Hörðu bara, við varum wallbreak. Við þurfum ekki að taka lengra heldur en 5 sekúndur til að fyrsta wallbreaki kemur. Nei. Það er annað hérna. Það er ekki einu sinni, það er ekkert stress. Heyrðu, aðrar 5 sekúndur í næsta wallbreak. Þetta eru bara 5 sekúndna wallbreak. Heyru. Nei, Oh my god. Ekki mítið til að róðkansla. Nei, Oh my god, þvílíkt. Ok, burstið. Þetta var ótrúlegt. Síðasti sjans hjá Ironclad. En það er mappa. Mjög vel spilað hjá Crownless. Gott að taka eftir Ótrúlega vel spilað þarna. að Ironclad fór fyrir framan drónið. Þannig að það Já, var ekki lengur að klára. já, akkurat. Þarna er þetta sko. Ok, 3-1 þarna. Komnir Já. áfram. Hörru, kleppir Dan 50. Endilega gerir ykkur tilbúna. Það verður spennandi að sjá. Tilbúin í Bedmanin eða Axel meira að segja. Þetta er fyrst skipti sem þau keppa við hvort annað. Og líka fyrst skipti sem Dan er farin í losers bracket held ég. Já, ég held það. Ég held að hann, seinast þá náttúrulega fór, seinast þá hann í loser. Hann tapaði í Grand tíman, en það Nei, heyrðu, hann fór ekki í staðar. Það er rétt. Hann fór hérna, hvað? Dan 50, Það er næst. Nei, það er næst. við köllum á það þau áttu að spila. Já. Nei, það má hérna fylgjast með bracketinu Já, þarna fyrir neðan. Við kannski hendum það á skjánum. Já, hendum bracketinu hérna á skjáin. Hérna er þetta. Hérna er bracketið eins og er. Við erum næsti leikur er Dan 50 kleppir. Já, yfirleitt förum við hérna bottom to top. En þar sem Ironclad var að klára sinn leik, þá gefum við smá pásu. Yes, tökum Dan 50 kleppir og síðan Ironclad Magic og eftir því þá förum við mitt í sigurina á þeim tveim. Og sjáum hvernig þetta fer. Núna er spurning sko, ég er alveg spenntur að sjá með þetta sko. Ég held að það er pæling hvernig, fyrsta lagi hvað Dan ætli velji, hvað ætli hann velji. Ætli hann muni halda áfram með Batman? Það sem hann tók alla 3 leiki sem Batman á móti mig, þá held ég að hann er bara búinn að ákveða að Batman er nýju meinan hans. Þannig að ég held að hann verður Batman, en spurning er hversu vel hann kann að spila á móti Ino. Já, er Ino ekki mikið, er það ekki mikið spiluð persóna? Nei, hún er frekar, hún er kannski ekki minnst spiluð persóna, en hún er frekar svona óvinnsæl með það við. Þannig að ég veit að Dan er dálítið mikið tower grinder, þannig að það gæti alveg verið að hann hefur spilað. En það kemur bara ljós í þessum leik. Já, við fáum að heyra hljóðið allavega. Já, smá hrættur í segundu hvort það var aftur af. Ég skilði því sko. Alltaf þegar það gerist, alltaf þegar ég er ekki viss hvort að hlutir sem var að gera. Já, button check enn og aftur. Já, alltaf þegar að eitthvað, þegar það er ómikið, ef það er þögn of lengi, þá virkilega verð ég stressaður sko. Já, þá er allt í einu, já, ok, núna er eitthvað að klikka. Nei, stundum er það bara tónlistin bara slökkar á sig í Já, stund. það er eins og þegar maður tekur fjastinningun úr, þá ég held að segja út af því að breytist mjög oft hljóðið og þá getur verið að slokna allt inn í smástundu eða eitthvað, en ég veit ekki, ég get bara... Skulum við sjá. Já, en svo veit ég reyndar ekki hvað Kleppur við spila mot Batman, neitt heldur. Nei, það er spurning. Náttúrulega, ég get alltaf sagt það sem manneski sem aldrei spilað á móti Batman, það er sko svo sannarlega ekki hugmynd hvað hann er að gera sko. Nei, bara aldrei. Hann bara, þú veist, þú bara, ég veit ekki. Þú bara gískar þetta aldrei. Eins og... Er ekki komið? Jú, það er í lagi. Núna eru 10 orðnir og það er helvíti stressaði sko. Já. Tíma. Ég vil komast, það er sunnudagur sko. Það er vinna á morgun. Shit, það er rétt. Og ég held að sé appisungul viðvörun, þannig að ég veit ekkert hvort ég held að ég sé bara að fara að vera í bænum sko. Nú. Þannig að þess vegna er betra að þetta klára sem fyrst. Já, hvað gerur það vel? Ertu með einhverja lausn? Já, við finnum út úr þessu. Ég gisti bara hérna í Next Level Gaming. Já. Það er örugglega hægt að fá Dínu hérna. Nei, við hérna hlýtur að hægt að finna eitthvað. Þau taka bara Ride Fire.
Það er no chill hérna í þessu. Þetta er svo sannlega tryhard losers, er það ekki? Já, einmitt. Það er ekki málið. Það held ég að verða málið, sko. Hérna byrjum við. Já, ég er fan af þessu lagi, verð ég að segja. Ok, góð byrjun allavega hjá Kleppir. Ég meina, hann þarf náttúrulega, sko, aðalmálið að hann þarf eiginlega bara að finna út með vörnina, sko. En offensið, hann þarf ekkert einu svona að pæla í því, sko. Nei, algjörlega ekki. Og Batman er líka svo hávaxinn, þannig að hann getur bara kist allt sitt upp á hans. Ég skil. Þess vegna er hann svona ánægð með Potemkin matchupið, að hérna er svo stór. Já, það hlýtur að vera. Flott hérna, góð vörn hjá Dan, en sjá þetta hvað hann er að opna hann hérna. Það er alveg ótrúlega. Ég dúta mía. Ekki nóg til að drepa hins vegar. Nei, þetta er health buffið sem Batman fekk síðan. Nei, heyrðu, það er ekkert annað. Sneaky low hérna. Já. Flott. Já, gott fyrsta round hjá Kleppir. Algjörlega, kannski er líka, hann er líka... Hver undir þetta? Dan næst samt punishinu. En það er spurning hvort að Dan nær líka kannski er aðeins að ranka við sér eftir seinasta leik. Hvað hann þarf að berjast á móti í þetta sinn. Já, en hérna kemur Dan upp með mix-upið, sko. Dan náttúrulega með sitt eigið offense, mætti segja. Heyrðu, hann fyrir install. Jú, bara best að eyða þessu sem... best að eyða þessu sem mest. Wow. Já, þegar maður er með full meter í full screen, það er bara hví ekki. Wow. Flottur hérna, en nær burstinu allavega lukkulega. Það bjarga sér þarna. Ekki koma henni vegginn. Nau, það er flott baktast þarna. Og whiff punisher líka. Það er spurning hvort hann náði að taka nógu mikið að nótum hérna þegar hann var að horfa á þig keppa mútið Batman aðan, sko. Já, einmitt. Eða kannski öfugt, kannski var það... Nei, kannski öfugt. Dan, já, kannski var Dan að fylgjast líka með aðan Kleppir. En, ok, Dan tekur fyrsta leik. Já. Kleppir samt leit alveg vel út þarna í fyrsta rándinu. Já. Ég held að ef hann nær aftur einmitt þessu offense, þá held ég að hann er alveg í góða málum, sko. Wow, já, bara að gera svona. Nei, hann þarf að ná að navigata neutral. Það er nummer 1, 2 og 10. Nei, ok, nei, það er ekki alveg. Því búinn til slætarna hjá Batman. Þarna, þetta er það sem ég var að tala um. Þetta er rosalegt. Þetta er svona eins og þarna, ekki líka... Þetta er svona svipað eins og... Er þetta Dust Árus hennar, eða hvað er þetta? Já, ég held það. Ok, þetta er svona svipað eins og það Bridget hérna... Quarter Circle hérna... Já, björnin. Já, björnin hérna í loftinu. Einmitt. Nei, hún getur jump cancela, eða hann getur jump cancela og bara eitthvað fullt af rugli. Það var Batman. Ok. Þetta install, ekki alveg, hann har náttúrulega ekkert eftir... Wow, hann fyrir yfir! Hann har náttúrulega ekki skapa líf eftir til þess að reyna að gera eitthvað, en Oh my God. þetta var samt vel spilað hjá honum. Já, virkilega. Það hefði mögulega getað náða einhverju þarna, en lífið leit út fyrir að það hefði ekki þurft mikið til þess að varla treyta, sko, til þess að geta... Ok. Nice 6B-un hana. Dan hefur fatt að hann getur bara massað 6B og það virkar yfirleitt. Þetta þarna er rosalegt, sko. Þetta, þegar rúmið hrynur niður, sko. Já, einmitt. Ég myndi ekki vilja fá rúm í hausinn. Nei, eflust ekki. Allavega ekki rúm eins og þetta. Þetta lítur fyrir að mjög þungt rúm. Ok, beint í superinn. Yes, sir. Reyna að ná aðeins að jafna þetta líf. Ó, nei, ég held að hann hefði smáð. Þarna, ok. Og hann á annan super. Já. En það nóg til að drepa ekki alveg nóg. Spurning hvað hann gerir í burstuði hana og full meter hjá... Nei. Install. Nei, þetta var superið. Það var invincible. Herru. Nó, hann hittar úr loftinu. Oh my god, þetta var erfitt fyrir. En hann er alveg þarna. Gott zoning hjá Dan. Tekur leik 2. Kleppir alveg, þetta leit út fyrir að Kleppir var alveg að fara að ná þessu þarna, sko. Já, einmitt. Hann var eiginlega gripið með svona, ég veit ekki hvort að það var náttúrulega sekka eða bara svona leiðindi einmitt að geta verið hittur þarna úr superinu einmitt og svoleiðið, sko. Komur alveg í vegginn hérna aftur, en er að koma sér aðeins á burtu. Oh my god, hittur hann bara úr þessu. Yes sir, komin í vegginn, Karakancel hérna, brjóta vegginn. Hefði mögulega getað að nota superinn hérna en hefði eflaust ekki drepið. Nei, ég reyndar rétt. Vá, heyrðu, hvað er... Jæja. Komin í vegginn aftur hérna. Já, Kleppir.
eru vel gert og Kleppir. Góð offense hérna. Super, já. Bara besta eða metrinn þegar maður hefur hann. Já, hvað gerir hann nú? Hann hefur smá tíma að pæla þessu. Heyrðu, hann fer aftur á bak. Nei! Þetta leit vel út svona sem pæling. Já, einmitt. Því miður Carcassel virkaði ekki þarna. Og núna er Dan 50 á set point hérna. Wild Assault. Wild Assault. Hann er mjög góður í að miða þessum projectile, loft projectile þarna. Já, einmitt. Nei, nær ekki komandru, grafið. Nær ekki þróinu þarna. Þetta lítur svona ótrúlega illa út hérna fyrir Kleppir. En hann nær allavega að koma. Já. Flottur hérna. Úr Wild Assault startupinu. Bara offense. Nær massinu. Nei, hvað gerir hann? Oh my god, vel gert hérna. Komið með smá. En nær þarna einmitt. Þessar þróinu í endanum. Mjög vel spilað. Vel spilað þarna hjá báðum. En Dan 50 tekur þetta 3-0 eins og heldur áfram í loser semi. Og við fáum bara beint hérna Ironclad og Magic endilega komið og gera ykkur tilbúna. Bara rosalega vel spilað hjá þeim sko. Já, virkilega. Nei, það sést alveg að hérna Kleppir var kannski ekki alveg búinn að spila nóg mikið á mótum Batman. Nei, akkurat. Ég held að Batman matchupið kannski mögulega eitthvað sem að þyrfti bara að finna út úr hérna. Já, einmitt. Nei, við skulum ekkert. Þetta var gott performance. Já, einmitt. Nei, hann svo virkur í að bakka svo. Það þetta ná þessu frós. Ok, skulum við sjá. Hverjir höfum við næst? Getum við kannski fengið bracketið? Já, endilega. Við skulum henda bracketinu bara aftur upp. Hérna erum við með, eins og ég segi, Dan 50 hélt áfram hérna í loser semifinal og núna það Ironclad og Magic. Hver að fara að mæta á móti Dan 50 hérna? Það spurningin. Ég meina Magic spilaði rosalega vel að hann, 3-0. En Ironclad má nú eiga það að hann tók nú eitt round af Crownless sko. Þannig að það er nú ekkert auðvelt sko. Nei, ég held að það spurning hvort Ironclad þá aftur kann að navigata neutralið á móti Bridget. Þegar hann kemst inn með gott offense. Já, algjörlega. En Bridget bara svo dominating í neutral. Já. Nei, bara ótrúlega, þú veist, ég spenntur að sjá hvernig þetta verður. Ég meina Magic búinn að standa sig alveg rosalega vel einmitt bara, hann heppir með það að lenda móti einhverjum sem á DQ eða þess var. En ég meina seinasta mótið þá held ég hann að það færi 2-2 sko og var bara alveg að fara að komast upp í top 8 sko. Þannig að það var bara vel spil og núna eins og ég meina top 8 og ég áttum með hvað að gerast hérna á þessum skjá hérna. Það svona input delay shenanigans. Já, ok, ég mista þessu, en allavega. Þarna eru þeir, félagarnir. Nei, kannski það bara strattið að setja input delay manually. Það augnablik. Ok, skulum við sjá. En já, sem sagt, við höfum séð báða þessar spilara áður. Ég veit ekki alveg hversu vel þeir kannast við. Ég held að þið hafa ekki spilað neitt mikið mótið hvort annað áður. Nei, það er spurning. Það er líka spurning hvort að Gold Lewis mjög virkur á... Hann mjög lítið spilaður. Það eiginlega svona reglan í okkar móti. Þeir sem komast langt áfram eru ekki mjög vinsalir. Ok. Nema kannski svona Kari-slegir og eitthvað svoleiðis. Já. En allavega, það er spurning hversu mikið hann þekkir button check, akkurat. Enn og aftur. Klassísk button check. Cheeky button check. Bridget reyndar alveg velspiluð. Já, þegar ég veit að vita það, hún mjög vinsæl sko. Ég spilaði hana meira sér á þessum tíma. Ég var bara mjög lélugur. Það má. Nei, en það líka mega sens, þú veist. Mér langar bara aftur að segja, Magic bara nýbyrjaður. Já, ég meina, hann kemur úr Smash-senninu það ekki? Já, það og veistu nokkuð hvað hann verður að spila þar eða? Reyndar ekki. Ég að pæla hvort hann hafi verið einhver svona setup-gaur, sko, hafi verið með Snake eða Minecraft Steve eða eitthvað. Nei, ekki sem ég veit sko. Þú veist hvort það hafi verið eitthvað svoleiðis? Þá möguleikinn nefnilega. Ég þarf bara að skoða það eiginlega. Ég ekki með síman á mér núna, en ég held nefnilega út af því að það alveg, sko, það spurning hversu, sko, hvað hann var að spila á undan. Mér finnst það eins og hann sé ekki rosalega góður með þessi setup, sko. Já. Þú veist, hann alltaf með bara, þú veist, bæði í Grand Blue áðan og líka bara núna áðan með í þessum bara, mér finnst það standa svo ótrúlega vel að
leiða svona gildur kom fólki alveg á óvörum, sko. En það er líka, þú veist, mjög klassískt að Smash-spilarar fara í gildger. Já. Ég heit þannig, sko. Endilega skipið. Heyru, þeir alltaf bara að horfa á þetta intro. Það er náttúrulega, ég held að þeir eru með eitthvað sérstakt, nei, kannski ekki. Þetta er heil mínúta, sko. Já, það má, sko, það má. Já. Við erum ekki að Ég er alltaf stressað fyrir þetta, sko. Let's rock. Og þarna beint inn í, ok, flottur hérna. Magic að reyna að halda góðum. Hérna. Sjá þetta, damage líka. Dustið þetta eins og þú segir. Þarna, þetta líka, góð leið til að koma þarna í burtu frá þessu. Spurning hvort að hann næri ekki einmitt alveg eins og hafi byssan ekki virkað nógu vel. Command grab hérna. Sko. Heyrðu, bara super. Ég held að hann með mögulega... Nei, heyrðu, hann er með... Spurning hvort hann næri einmitt. Akkurat hérna, cancelið Dustið. Oh my god, hann er með þetta. Sjáðu þetta. Þetta var ótrúlega pick-up þarna. Vá, hann bara notar haymaker sitt. Yes sir. Það er bara vel spilað hérna fyrsta round komið og Magic tekur það. Já. Ok, gott 6B. Heyrðu, hann er að ná að komast fram í öllum sem brellin hérna, command grabið aftur. Það er svo nasty að maður er ekki vandur í. En það er sem sagt bara hægt að masha það, on reaction. Nú, ok. Þá er ekki sérstaklega erfitt til að Sjá, þetta vældasöldi því miður virkaði ekki þarna. Kom með Dustið upp í loftinu. Hann er með Dust combo, eða ekki? Já. Hann náði ekki að klára þetta sama og gerast áðan. Það er alveg rétt, það var gallinn áðan. Hann náði ekki að klára, hann náði ekki að seinast högginu. En Magic tekur fyrsta leika. Vá, hvað hann er að standa sig vel hérna. Með því hvað Ironclad var að standa sig vel hérna gegn Crownes áðan, þá er Magic bara á einhver öðru, sko. En við getum ekki kallað Ironclad búinn eða þá. Það getur verið að hann komi núna í næstu leikjum. Bösti farið. Já, vel gert þarna líka, delayaði aðeins þarna, command grabið alltaf. Hann er alltaf ready með þetta command grab hérna, sko. Sjá þetta líka Dustið þarna til að ná, wow! Hann er með, mér finnst áhugaverð kombo sem hann er að koma með, sko. Mér finnst þess að ég sjáu Bridget ekki mikið vera kannski með akkurat þetta. Hann er svona góður í improvisinu, finnst mér. Mér finnst þess að ég sjá aldrei sama kombo tvisar, eiginlega. Já, það er aldrei þannig, sko. Heyrðu, Magic með rosalega mikið mítið. Yes, sir. Og nýtir sér það. Wow. Nei, droppar þarna, en command grabið. Hann er góður með þessi command grab. Já. Fólk er aldrei að búast við. Ég held að sé líka, ég veit ekki hvort það er Bridget mikið að nota command grabið venjulega, eða? Nei, það er nefnilega ekki neitt sérstaklega gott. Ef maður kann að díla við það. En ef maður kann ekki að díla við það, wow. Já. Þetta er klárlega, þetta er klárlega move til að fá fólk til þess að bíða. Þetta minigun er bara heyrðu, chillaði bara meðan ég er hérna. Flottur, komin inn, command grabið, nei, hann nær hana. Til að díla við þetta, yes, sir. Já, hann átti metirinn. Hann átti metirinn fyrir það. Það er rétt. En Ironclad tekur, ok, round. Komið á Ironclad. Oh my god. Gott trade þarna. Það er ekki alveg að nýta deflect síðan. Wow. Bara flýgur inn með það. Ok, wow. Flottur. En líka gott að hafa það wire síður til að komast úr pressu. Þetta var geggjað hjá honum, flottur hérna, komið með hann í kombo aftur. Hann á engar meter. Það er pick-upin í hattskipti. Vælda söltið þarna. Ekki nóg til að drepa. En hann á nógan meter, akkurat. Henda einu svona út. Henda öðru. Hittum úr loftinu. Heyrðu, bara eitt hitt í viðbót. Oh my god, og þróið maður! Ok, hann er komið með hann í veggin hérna. Gold burst! Ok, og Magic tekur leik 2 hérna. Håkon og Guðmund sterkur. En Ironclad er, þú veist, þetta var alveg vel gert á Ironclad. Ég sé alveg að hann geti náð að snúa sig við hérna. Já, einmitt. Flottur. Hérna. Hann er alltaf komið inn í hotnið. Mér finnst það eins og Ironclad sé nú bara alltaf í hotninu í báðum leikjunum sem hann hefur fengið að spila. Bara þvílík pressa hérna. Ok.
Lendir í sprengjunni. Nei. Oft held ég þegar hann gerir þetta 2H, þá hann miss-input á special move. Nú, ok. Þeir eru bara aftur. Já, bara halda áfram að eilífi. Ok, það að koma hann nálægt hérna vegnum, en ekki alveg. Hann að koma inn. Nei, hérna góður, ok. Hann með metir. Já, inn í súperinn. Inn í súpermetir. Jafnt líf hérna. Jafnt burstmetir líka eiginlega. Þetta var rosa vörn gegn þessu væt. Þarna. Bara smá cheeky þarna. Ó, nær. Já. Ok. Magic hérna komin á set point. Já, einmitt. Bóm. Ok, komum með hann aftur í vegginn hérna nær sideswitchinu. Þetta ekki gott fyrir. Nei, hann droppar þarna. Það allt lagi samt. Hann veist, vera með Goldwiz í vegginn alls ekkert slæmt, sko. Flottur. Kemur hann aftur í vegginn. Lukkulega Goldwiz með mikið lífi. En þarna. Já, gott mash. Oh my god. Sprengjan. Já, cross-upið. YRC. Hann kimpar með sitt eigið. Ok, komum með hann áfram. Dustið en að stoppa það. Ok, bara hendum. Oh my god. Þarna akkurat og byssan. Já, náði hann með minigunið. Yes, sir. Þetta var bara 1 round. Já. Það löng leið eftir fyrir Ironclad, sko. Já, algjörlega. En ég meina hann sýndi þarna að hann getur náð roundum, þannig að það spurning hvort hann að gera meira á svipuðu. Komið bursti líka núna. Ok, flottur hérna. Ok, nærnum í burtu. Og hoppar inn í þetta. Yes, sir. Magic svo góður að catcha upp svona escape rounds. Yes, sir. Sjá þetta bara hvað sem mikið að gerast hérna, sko. Já. Grípur hann. Gótt grip þarna. Flott. Bara farið strax inn aftur. Já, það er ekkert að linna, sko. Hörru, ok, hann er með metir. En hann droppar því þarna. Hann er ekki að brjóta vegginn. Súper. Hvað nú? Já, nei, kemst ekki inn. Hann er ekki að pönus þessu. En þarna kemur það. Fake overheadið aftur. Wow. Ótrúlegt performance. Já, algjörlega. Magic hérna 3-0. Þess að komast áfram. Já, einmitt. Á móti Dan 50, þannig að þú situr áfram. Dan 50, please come and take your next game. Já, þannig að Magic og Dan 50. Ég ætla að nýta sensin og fá mér vasklas. Endilega, stöktu frá. En já, Magic á móti Dan 50. Ég meina ótrúlega framist að ná alla leið hérna yfir í loser semifinal. Núna er spurning, er hann með Batman matchupi á hreinu? Hann er allavega búinn að standa sér rosalega vel hérna gegn sterkum spilurum, sko. Bæði gegn Omar og Ironclad búinn að taka 3-0. Þannig að það er spurning hvort hann taki 3-0 á Dan líka. En þeir gerir sér tilbúna hérna til þess að halda áfram. Þá eru þeir hérna stutt eftir af mótinu, en spennandi leiki framöndan. Þeir eru alltaf í stutt button check hérna, gera sér tilbúna. Ég er bara impressed með hérna framistöðu. En þetta er svipað eins og þegar Dan mætti fyrst og hann bara ruddi sig í gegnum matchið, eða í hérna gegnum bracketið. En hérna er, já, shit, þetta er button check. Ég var búinn að gleyma því að þetta er button check. Þannig að við hendum ykkur aftur hérna. Ég sé einmitt hérna Smash menn eru mættir hérna að reyna að peppa upp Magic. Ok,
Og núna skulum sjá. þeir eru að gera sig smá button check hérna að venju. Já, bara hví ekki, sko. Jæja. Er við að vera að byrja þetta? Þá getum við farið að koma með þetta. Sémett hérna fólk hérna með áfram Tómas og Go Magic og allir. Sjá allir, það eru allir mættir hérna í chatið til þess að styðja við Magic. Það er spurning hvort þessi hróp nái til hans. Já, jú. Bara svona in spirit, sko. Já, algjörlega. Skulum við sjá. Þetta er líka í fyrst skipti. Þetta er bara eiginlega í fyrst skipti sem ég held að, ég myndi segja, ég ætlaði að segja að Magic hefur ekki keppt á móti neinum eiginlega hérna í top 8 en hann er alveg virkur í að spila online á Discord. Já. Þannig að það er alveg möguleiki að þessi tveir hafa keppt áður. Ekki í bracket áðum, bara... Nei, akkurat, bara svona utan. Ég geti kannski vitað svona cirka, en það er spurning hversu mikið hann er búinn að keppa móti Batman. Ég veit ekki hver hann skipti yfir í Batman, hann náttúrulega var seinast fyrir mánuði, þá spilaði hann bara, eða var hann að spila Batman á einhverjum tímapunkti í bracketi? Hann spilaði hann... Já, hann byrjaði alltaf á Batman og svo skipti hann yfir á Axel. Já, ok. Það var erfitt. Ok, þannig að hann er svona núna einmitt að reyna að koma sér í það að byrja bara að nota. Já, mér sýnist það. Þannig er Dan 50 og Magic komið hérna að lose semifinal. Góð byrjun hjá Magic. Já. En ég meina við sáum þetta líka áðan, það var góð byrjun hérna á móti Dan 50 í fyrsta rándinu og síðan var bara svona eitthvað eins og download eða eitthvað sem bara gerðist. Já, Dan er svo góður í að adapta nefnilega. Gott damage hérna komið á hann. Þetta, oh my god, þetta move. Inn í það aftur. Og svo bara meira, aftur. Yes, já, sir. we go again, sko, yes, we go again. Þannig er þeir. Að koma sér aðeins inn. Já, gott sexpið þarna. Magic vill náttúrulega ná að establisa sig. Og leið hún kom með þessi vætum aftan, þá er hún í góðri stöðu. En þangað til er það dálítið tricky. Já, ok, kann ég puncha þetta? Það er hérna, kemst ekki yfir, hann spurning hvort hann hafi verið að reyna að komast frekar yfir, framhjá, út úr vegnum. Wow, gott jumping punch til að hérna stoppa hann. Ok, flottur, en burstið hérna til að koma hann af sér. Oh my god. Ok, og í vegginn. Nær ekki alveg þarna, en Dan tekur fyrsta leik hérna. Sterk framistæða hjá Dan. Ok, svo við sjá. Leik nummer 2. Ok, komið strax í full screen. Það er spurning hver sem er svona í betri stöðu í full screenu. Mikið Magic og Dan. Já, nei ég held að, þú veist, Dan má alveg eins og ég segi, hann er búinn að hitta rosalega vel projectable. Svona fake approach. Nei! Svo nátt í burtu. Ok, heyrðu. Hann er samt með þetta, sko. Já, nær bakta sér, vá. Ok. Nær ekki superinu samt. Ok, þarna kemur superið. Þarna kemur það. Oh my god, og burstið farið, ok. Nú er góð stað. Hann er bara... Þarna, heyrðu, ok, nú vaknaði eitthvað í Magic, sko. Já, einmitt. Hann vil bara vera á því offense. Já, komin hérna á góðan stað hérna inni. Nú, flottur. Ok, heyrðu, hann er nær að hoppa úr pressunni. Gott wires í það. Ok. Ok, já, Dan bara tilbúinn með antíðinu. Þarna, heyrðu, hann náði að verja gegn þessu. Vel gert hjá Magic, wow, vel gert. Ok, kom með henni í vegginn. Heyrðu, hvað var í gangi þar? Fekk aðeins. Heyrðu, nær hún hérna. Hún er að pikka upp aðeins meira. Oh my god, kom með henni í næsta vegg. Já, nær. Super. Wake up reversal. Shit, maður, vel gert, ok. Nú byrjar hann aftur. Nei, og nær honum hérna. Nei, heyrðu, hann droppar því. Ok, rétt að vera overhitið, en shit. Kláraði. Nei, hann kláraði ekki mynda, hann bara hætti faultless defense-inu því miður. En, ég meina, Magic verður samt
leit út fyrir að vera með þetta, en Dan er nú komið henni í vegginn hérna og því. Hvað er í gangi? Já, ég veit, nei, heyrðu, það er það sem ég hugsaði þegar ég sé gameplayið bara. Hann bara blokkar overhitið. Hann kann að díla við þetta. Klárlega. En núna Þetta maður slíka til að stoppa empty lofið. Wow, ok, komið henni í vegginn, en burstið hérna einmitt akkurat. Já, Þessi projectile sem að Dan er góður með þessi projectile, sko. Hann er hættulegur með það, sko. Wow. Heyrðu, það er spurning hvort þetta er safe. Nei. Það er svo langt range. Já. 2-0 hjá Dan. Það er líka spurning hvort það hafi verið það með að hann var með árásun og hérna freymið hafi verið aðeins lengra áfram. Ég veit ekki hversu, þú veist, er ekki Elfelt það með svipað nema það er mjög lítið í rauninni hérna frame, segi, eða svo hérna Ég veit ekki alveg hvað er tala active frame kannski? Nei, ég er nú að muna hvað þetta heitir. Ég bara, hitbox, þetta var það. Já. Ég var að reyna hitbox, ég var alveg týndur á þið, sko. Jú, þetta er alveg þannig. Heyrðu, blokkar over þetta aftur. Yes, sir, en sjá þetta. Bara damage hérna og aftur super. Já, superinn til að brýta vegginn. En hann á ennþá samt sem að annar meðlir og nærði núna. Ok, set point fyrir Dan. Nei, Dan greinilega ekki sáttur með að vera búinn að koma í losers alveg strax í hérna semis. Hann langar í loser final, sko. En það er bara spurning hvernig hann er að fara að keppa á móti, sko. Já, svo sem. Ha. Ok. Skulum við sjá, heyrðu. Dan baktar sem kom að angrafi. Þetta var vel gert hjá honum. Örgulega fyrsta command grab sem heyrðu. Já. Nei, ekkert punish. Jú, þetta var svona punish en ekki nóg. Gott blokk á þessu. Já, núna byrja ballið, sko. Þetta getur ekki eins og Dan. Ok, hann greinilega gaf Dan díla við þetta. Og þarna kemur það, er það nóg? Búið? Yes, sir, þarna kemur þetta. 3-0 hérna hjá Dan, 50. Ok, mjög vel spilað hjá þeim báðum, sko. Ég verð að segja, ég er mjög impressed af Magic. Já, bara líka náðu þetta langt, sko. Þegar hann komast inn í top 8 og strax komum bara hérna og líka bara 3-0 í báðum með hinu leikjunum að undan því, sko. Það er bara ótrúlega vel gert. Þeir eru næst að Crownless Chief og Egil. Ok. Þannig að kannski er þetta solo-kommentari núna í smá stund. Heyrðu, gangi vel. Heyrðu, gangi þér vel. Þá er það Winner Final. Ha? Þá er spurningin hver er að fara. Þetta var nefnilega áður en að Dan mætti. Þá var þetta alltaf, Winner Final, Grand Final var eiginlega bara alltaf þessir tveir menn. Þannig að það er spurning hvernig þeir koma núna út úr. Þeir kepptu seinast og Crownless náttúrulega kom sér upp úr loser final gegn Egil. Þannig að, en það var líka hörku bardagi, sko. Þannig að þetta er núna að fara vera eitthvað áhugavert. Herðu, hendum upp bracketun hérna í augnablik svo við getum séð hvernig allt saman lítur út. Hérna eru þeir. Hérna er bracketið. Það er 3 leikir eftir Winner Finals, Loser Finals og síðan Grand Final. Og ég verð að segja, þetta er eiginlega hversmanns leikur hérna frá, sko. Allir þessir 3 hafa held í unnið hvern annan, þannig að núna eru þeir bara komnir á þann stað að hver er að fara að taka þetta, sko. Þó mér finnst líklegt að allavega þetta verða allt saman mjög close leikir, finnst mér mjög líklegt. Herðu, þeir eru að fara í button check, já, ég bjóst við því. Herðu, það er button check á menn. Þeir eru hérna í einhverju þetta leiðilegu stóll. Já, ok, það er stóll, það er stólavandamál. En já, við erum að fara hérna í Winner Finals eins og ég segi. Egil og Crownless Chief. Að tjekka á öllum tökum, vera vissur að allt virkir rétt eins og það á að gera.
Ok, núna er að fara að gera, sko. Þetta er eiginlega, mér finnst eins og jú, við sáum þetta nú svo sem á seinasta móti, en ég er alltaf spenntur fyrir þessu, sko. Þetta er svona klassíska Guilty Gear Íslands matchupið, sko. Það var náttúrulega Soul og Kai sem að voru hérna, en eftir að Slayer kom, þá náttúrulega er þetta núna bara búið að vera eiginlega Slayer, Kai Kisk matchupið, fara í gegnum öll lögin til þess að reyna að finna hvað þeir vilja spila. Og þá byrja menn. Þá er komið að því Egill og Crownless Chief hérna í Winner Finals. Ætli þeir gerir mér greið á að skipa, þeir svo sannarlega skipa, þeir eru svo miklir herramenn. Og byrja hérna vel í offensinu. Ég er einmitt ekki búist við að þetta verður fljótir leikir, sko. Þetta er að fara að taka smá tíma. Því þeir eru mjög jafnir. Flottur. Hann er hérna pick-upið, sko. Hann er með þessi mappa pick-up hérna. Mappa hunch pick-up hérna. Ok, flottur. Komum með hann hérna áfram. Hann verður að setja hann í vegginn tilbaka. Já, en börstið. Ok. Núna er spurning hver ætlar að taka fyrsta round. Það er upp á öllu og það er Crownless sem tekur fyrsta roundið hérna. Let's rock. Hérna erum við að alltaf tilbúið með vörðuna hérna, en Egill er náttúrulega svo hættulega þegar maður er með fólk í horninu. Hann er bara þvílík pressa sem að hann Egill kemur frá sér. Búið með meterinn, en hann er hérna góðu. Og þetta, akkurat, ég held alltaf að hann feili þessu, það er ekki svo gott. En núna kemur comebackið, það ekki? Núna held ég að Crownless sé að fara að gera eitthvað rosalegt. Nei, það er slætið. Ok, jafnt hérna rándum, fyrsta leikur. Aftur, bara þú veist, þetta er að fara að taka smá tíma. Því þessi menn eru jafnir, sko. Nei, aðeins svo seinna þetta droppaði þessu alveg þannig í lokin. Ok, jafnt í lífinu, en hérna kemur það, ok. Damage. Ekki metir til þess að gera, en ég meina þú veist, þurft að ná því að halda. Flott þarna, Karkansulið þarna á góðum stað, góðum tíma. Og beitar bustið þarna. Crownless tekur fyrsta leik. Ok. Vel gert hérna. En Egill veit líka alveg hvað hann á að gera. Komið í hornið. Það er bara að reyna aðeins að pota hlutum út. Heyrðu, það nær samt þróinu. Þó það feilaði þarna alveg í lokin. Wow! Ok. Góðum stað hér. Og þetta bara lítur út fyrir að vera bara... Nei! Ok, ég ætla að segja. Þetta lítur bara út fyrir að vera perfekt og þetta var perfekt. Nei, flott hopp þarna yfir. En... Garbreykið komið inn í hornið. Nú byrja pressan á móti. Þeir náttúrulega báði með burst. Þannig að þeir burstuð hjá honum Egill. Flott DP þarna til að koma hann að sér. Og já, metrinn búinn hérna. Spurning hvort að þetta hefði verið DP mögulega sem hann ætlaði að reyna að setja inn. En ok, komin í hérna vegginn og það er dauður Kai Kisk hérna. Yes. Aftur, hnífjafnt hérna. Jafnir í rándum. Þetta er bara any man's game hérna. Chipið líka er stór hættulegt hérna hjá honum. Slæt hérna inn. Nei, nær. Góðu. Þetta var hættulegt DP whiff. En lukkulega virkaði það.
Standa sig kannski smá. En Crownless mun náttúrulega augljóslega koma sér inn. Nær góðu hérna inn í innstall. Herðu, ok. Nú byrjaði ballið. Ég hef aldrei séð eiginlega, ég hef valla séð Egil nota innstallið en það borgar sig mögulega. Já, þetta er chip en hann á nógan metið til þess að geta. Ó, slætið! Það er slætið hérna til að ná honum. Ok, 1-1. Winner Finals getur ekki orðið jafnar en þetta. Gott að mitt komið hérna. Grípur hann aftur. Dýptir komið hann af sér. Ok. Herðu, komið hann af sér. Nei, heyrðu, halló, það er bara gripinn þarna í miðju. Þarna er að reyna að mixa hann upp þarna, en nær góðu pönnu sjá þetta. Ok, komum við í vegginn aftur. Nokkur P hérna. Bara nokkur P hérna til þess að henda áfram. Komum við í vegginn, brýtur vegginn. Núna er Egil á góðum stað hérna, nær góðu pönnu sér þarna á og komum við í vegginn. Hann er svo nálægt til að fá burst en ekki nóg rætt og Egil tekur leik 3 hérna. 2-1, hann er kominn á set game hérna. Er spurningin hvort að Egil sé að fara í Grand Final Winner side loksins eftir langan tíma. Wow, þetta er 60% ekki nema. Flott þarna, potar aðeins í tærnar á honum til þess að ná honum af sér. Hann á vissulega burst og þarna nýtir hann sér það. Yes. Pikkar hann aftur upp, en það er ekki að halda áfram. Spurning hvort hann hafi misinputað mappa hann sér þarna. Nei, hann nær honum með það. Nei, hann nær honum ekki. Þetta var bara chipið. Komin í vegginn. Yes sir, slætið. Kemur hann aftur af veggnum og þarna er þetta nóg. Nei! Ekki nóg til að drepa. En þarna er það nóg til að drepa. Ok. Hann er ennþá in this. Crownless er ennþá in this. Hugsun með þessi slætin. Þeir eru alltaf þessi low-in hérna hjá hvort öðru. Backthrow til að koma burtu úr vegnum en það er náttúrulega heppinn að ná þróun allavega og slætið aftur, þessi slæt, það eru slæt á myndu slætum. Heyrðu, þetta var áhugavert. Það er ekki að kapitalisa hins vegar á þessu. Flottur Karakanselu hérna, komin í vegginn, góðum stað. Það er super eða, nei, bara beint inn í. Og run-up throw, klassíska. Hann er að bíða eftir burstinu, hann vissi að burstinu var að koma en hann þorði því bara ekki. Og DP til að bjarga sér þarna, wow hvað þetta var vel tímasett DP þarna. Þeir eru að standa sig rosalega vel hérna. En núna er Crownless á slæmum stað, sérstaklega sem hann notaði burstið sitt áðan. Aftur hérna, run-up throw, Karakansel, komum við inn í vegginn. DP, bara alveg þarna alveg neðst, á endanum á sverðinu. Ok, manngrafið. Universal! Og núna gerist damageið og hann á ekki nógu metið til þess að gera eitthvað. Nei! Sjá þetta! Nei, og það er bara, nei, burstið er farið. Það er burst tilbaka, hann á þegar ég báði burst. Nei, hann hérna, Crownless á burst. Ó, þarna kemur það, ok. 2-2 hérna, ég sagði það, þetta er jafnt, sko. Þetta er bara jafntefli alla leiðina. Það er bara hvor nær að skríða betur út úr þessu leik. Crownless, náttúrulega, ég veit ekki hvort að hann hafi einhvern tímann farið winner side
Winnerside Grand Final en hann á möguleika á því að gera það hér ef að allt virkar vel en sjá hann Egil hérna og gott defense gegn þessu low hérna og slætið annað slæt hérna og annað slæt og komin á set point með perfect líka ok, hvað gerir Crownless úr þessu hann bara mixar hann upp og gerir 50% episode hann fær að nota burstu sitt counterinn hérna já komum henni í vegginn nær honum hérna ok, komum henni í vegginn install, ok hvað er hugsunin oh my god, þetta var lengsta sekund í heimi bara þegar þeir stóðu þarna bíðandi ok, superið hérna brotinn veggur hann er ennþá með installið oh my god, nei hann nær því oh my god, DP-ið hann á ekkert líf eftir, hann er ekkert líf eftir og hérna er að komið last round báðir á set point hérna, wow ok þetta trade líka, tradeuði næstu jafn miklu lífi þarna og mix-upið DP, flottur nær hann hérna, ok og slætið enn og aftur komin hérna, burstið rétt á hann að býta vegginn burstið á móti þeir eru slegir á góðum stað hérna en hann nær honum og er hann komin að veggnum, já brýtu vegg, ok hvað er planið hérna hjá þeim, það er ekkert eftir af þessu, slætið hérna hann nær því er þetta nóg? Það er svo sannarlega nóg þarna komin áfram Winnerside í Grand Final bara Return of the King sko út af því að Egil er búinn að vera að bíða lengi eftir því að komast þarna Winnerside Grand Final aftur það er ekkert annað, þetta var ótrúlega vel spilað hjá báðum maður shit, þetta var líka bara hnífjamt alla leið bara í seinasta rándið last round, last game en núna er Dan 50 og Crownless að fara að taka sinn leik. Hver er að fara að ná revenge matchinu gegn honum Egil? Því að þeir hafa báði núna á þessum móti tapa fyrir honum. Þetta var bara gríðarlega jafnt hérna. Það er spurning hvort að Dan fari ekki að mæta brálega. Nei, 1, 2 og nú heyrist ég. Ok. Já, þetta er spennandi leikir hjá okkur, allavega. Já, þetta er búið að vera mjög, ég einmitt bjóst við því að loser, að final leikinni 3 myndu vera mjög spennandi hjá okkur. Heyrðu, ég ætla að kíkja og sjá hvort að Dan sé ekki örugglega á leiðinni. Jú, hlýtur að vera. Nei, það er alveg ótrúlegt, sko. Báðir þessir spilarar eru alveg gríðarlegir að spila á móti. Finnst mér allavega. Ég held að Crownless var mjög góður. Hann var alveg dálítið vel defensífur stundum og ég held að mér finnst Slayer bestur þegar hann er bara full on offense. Sem er reyndar dálítið erfitt á móti Kai þar sem hann er með DP og svoleiðis. Já, en mér fannst þú að mörg DP voru vel tímasett þarna, sko. Þetta var alveg frekar vel spilað þarna, sko. Það þarf. Nú þurfa menn að fara að drífa sig út af því að við erum alveg að fara að renna út úr plássi hérna með voddið, sko. Já, þú meinar, það er alveg... Það verður vilt að fólk myndi drífa sig að taka leiki og klára leikina. Já, það verður, of course, verður annað button check. Já, endalaust. Það er ekkert annað. Það er ekkert að vera frammi á neinum. Við skulum bara fara hérna í mennina. Sem ekki dótið hérna hjá okkur. Já. En hérna, bara aftur, takk til Next Level Gaming til að hýsa okkur. Já, endilega. Þetta var mjög fínt að þetta komast hérna inn og flottast aðstöð og mikið aðstöð sem við fengum hérna til þess að koma þessu fyrir. Þannig að ég held að, þú veist, þetta er mjög
líka almennilegt hvernig hérna við náum að komast hérna inn og henda upp drafslinn okkar hérna og við erum mjög ánægðir með það. Vesta var náttúrulega einhverjir misskildu hvar mótið átt að vera. Já, sem er bara þekkt vandamál. Ég held að gerist líka á seinasta móti, bara leið og þá mætti einhver hér á meðan það var á arína. Nei, það er náttúrulega ruglandi, get ég skilið, en það er bara að gera að lesa lýsinguna. Það er líka hægt að sjá, já. Það er líka hægt að sjá það inn á Discordinu, það er á event alltaf fyrir hvert einasta mót og það stendur þar, þannig að ef þú ert bara inn á Discord, það er ekki eins og farin á startkickið eða neitt, fer bara inn á eventið efst uppi og það segir bara, ok, það er annarkvort í Egilshöll eða í Smáratorgi. Og bara talandi það, þá langar mig hérna að minna á Jötunheim. Já. Stór mótið okkar í sumar, sem verður haldið einmitt líka í Next Level Gaming. Það er sem sagt, við erum með keppnir þá í Guilty Gear, eins og við erum að spila núna, og Street Fighter, Tekken, Smash Bros og bara fullt fleira. Þannig að bara endilega, ef þið eru ekki búin að skrá ykkur á það er hægt að finna meiri upplýsingar á Discordin, annarkvort okkar eða hjá Smash Bros félagið, eða á start.gg/Jötunheim. Já, Jötunheim. Jötunheim, verður að segja. En hérna förum við í Loser Finals. Dan 50, Crownless Steve, 1, 2 og let's go! Heyrðu, gott 5K conversion þarna. Það ekki alveg wallbreaki frá því, en... Ok, wow! Heyrðu, það ekki alveg að pikka upp frá 2S-inu, því miður. Offense, sko. Þú veist, þótt að Batman er svona stór karakter, þá er hann ekki með neitt rosalega mikið health. Hann er með meira kannski en venjulegt, en karakter eins og Slayer getur alveg bara rifið þessi í gegnum hann. Já, það er eins og, þetta er svona svipað eins og, kannski ekki alveg eins og Akuma í Street Fighter, sko, hann er með meira damage. Nú, heyrðu, super hérna til þess að koma svo. Vá, það drepur bara. Heyrðu, þá fór það. Já, það er alltaf áhugavert að sjá þetta líka, því Dan 50 spilaði náttúrulega Slayer sjálfur. Þannig að hann kann aldrei svona, hann veit aldrei hvernig Slayer spilar að hugsa. Mér sýnist við vera með nokkuð svona storage vandamál, mögulega. Haldi bara með leikinn. Það kannski í lagi. Heyrðu, þetta var ekki einu svona neitt super eða neitt, þetta var bara eitt venjulegt mid-screen combo. Vá, heyrðu, airthrowið. Oh my god. Já, inn í wallbreakið, inn í superinn. Þetta hlýtur að drepa. Hann lifir! Ok, never mind. Kannski er Batman bara rosalega tanky karakter. Ó, er þetta safe jump? Já. Nei, hann er með 100 mítar. Hann getur náttúrulega bara Roman cancel eftir á. Ok, heyrðu. Wow! Það er mjög djátt hjá Crownless, bara jabba út. Já, Delia er bara jafn mikið í sjokki og ég, sko. Skulum við sjá. Ok, gott air-to-air hjá Dan. Þetta jump punch hjá Batman er bara eitthvað annað, sko. Ok, þarna er throwið. Það er sem sagt mikilvægt að punisha K-mappa með throw. Og ef maður gerir það ekki, þá fær maður bara eitt throw sjálfur í andlitið. Hann hoppar yfir öll normalinn. Það er náttúrulega eitt veikleiki sem Slayer er með, að aðal dótið hans er grounded. Til að komast í loftinu þarf hann að gera sig aðeins meira vulnerable, sem er ekki rétt, sem stemir ekki fyrir Batman. Skulum við sjá, nær hann hana, já. Já, hann næri þessu alveg hérna. Hann er bara með looping dæmið, sko. Heyrðu, oh my god. Þetta leit hættilegt út þarna, en er þetta nóg til að, nei, ekki nóg til að drepa. Wow! Tick throwið. Ekki alveg nóg með OTG. Ok. Og Dan tekur fyrsta leik hérna. Ok, það er hérna, er það bara 1-0? 1-0, er það ekki? Já, mér finnst einmitt eins og að það hefur verið fleiri leikir en þetta. Passa það ekki? Jú, ég held það. Ég var nefnilega að fylgjast með öðru, sko. Það er bara svo spennandi sett, já, finnst mér.
Ok, command-grabbið. Já, sko. Bila bara smá verðlega. Nær að fake jumpa, en nær ekki punish á 6-beinu. Droppar loopið. Alveg nóg gott. Þarna empty jump low. Það svo tricky með air dashes, mann. Heyrðu, Crownless búinn að ná að side switcha allana. Yes, sir. Já, heyrðu, og það er win conditionið. Nú deyr hann. Hann daðan allana. Skulum við sjá. Já, 5k svo ótrúlegur takki hjá Crownless. Næ, náttúrulega combo í 15 hluti líka. Nei, counter hit. Næri ekki alveg að hitta fully charged sprengina. Oh my god. Flottur hérna, kemur alveg meira áfram með mitt. Já, bara en vörnin er góð hérna hjá Dan. Það er rétt. Ok, nær rétt. Það er líka eitt sem Crownless er svo góður í, hérna counterpoka og vita hvernig á að marsha úr pressure. Þarna komin meira með og þarna fer leikur 2 og Crownless tekur hann 1-1. Ok, 1-1. Góður að punisha þetta. Já. Núna fær hann að gera bara don't base one big. Hann Batman. Já. Crownless nær að komast úr þessu. Já, bara tryggja wallbreakið hérna. Jú. Komin áfram. Það er eitthvað sem flestir karakterar þurfa að gera, að nota meter eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki alveg jafn mikið fyrir Slayer. Það er bara skemmtilegt. Ok, wow, þetta var drift. Þetta var frekar rætt fannst mér. Já, positive bonus, 10% damage increase. Það alveg skiptir máli, sko. 10% hljómar kannski ekki eins mikið, en... Þegar þú gerir 10% meira 10 sinnum, þá er það náttúrulega heldur mikið, sko. Já, jú, svo sem. Það er góðu pick-upið þarna. Oh my god. Já, það er hérna Master's Hammer, þar sem hann hoppar í loftinu og gerir ground slamir. Hann Slayer. Það er svo mikilvægt að þróa það. En það er dálítið risky reyndar. Því ef þú mistekst, þá fær hann counter-hit og bara fær hann að drepa þig, sko. Ok, command grabbið, inn í safe jump. Já. Universal hérna. Hann á super. Yes sir og eða því. Það að drepa. Já. Þarna kom það. Ok. Jamt í leikjum og jamt í round hérna. Final roundið á leik 3. No. Ok, nær að beita throwbreaki. Counter it close slash. Nei, hann droppar komboinu, nær ekki alveg linkið. Wow. Ok, nær að punisha þetta samt. Ok, nú er spurning hvort hann er að drepa hérna, ekki alveg. Má nota dálítið eins og reversal. Ok, burstið farið. En hann er náttúrulega með góðan stað hérna. Ok, núna þarf hann virkilega að elda, sko. Þarna og... Nei, hann er ekki alveg. Hann FD ætlaði hann að ekki vera í command grab range. Nei! Næri aftur! Næri ekki að pikka. Oh my god! Airmovinu. Nei, og þetta þarna trade. Nei, þetta var ekki einu sinni trade, en Dan tekur leik 3 hérna. Það er svo erfitt þegar maður er bara á einasta pixel, sko. Já, akkurat. Þú veist hvað, það er akkurat, þá maður svona finna út hvað maður á að gera. Á maður að taka riskið eða á maður, þú veist, að reyna að spila meira safe. Það er náttúrulega bara ómögulegt að reyna að spila eitthvað safe þegar að menn eru með svona gott offense, sko. Já, það er að spila á þessu allt öðruvísi með hann. Komum við hérna í vegginn. Góð vörn, sko, hjá Dan. Ok, heyrðu, hann bara Grab. Þróar honum úr þessu. Annar! Yes, sir. Já, Universal. Það er, heyrðu. Og hann metir. Já. Yes, sir, já. 100%. Þetta er Zangief inn í hann, sko. Já, hann getur ekki sleppt því. Nei. Pleasing the fans, sko.
Góð byrjun hérna. Væla svolítið. Ó, vá, backdashar framhjá Twitch. Fáum við meira af þessu. Hann er með. Og nær hann þarna. Þetta er ótrúlegt. Ok. Nú erfitt fyrir... Já, heyrðu, hérna kemur installið. Erfitt fyrir Crownless að komast inn núna, sko. Nei, heyrðu, þetta er allt hans sem hann þarf. Núna er hann... Hann har svo sannlega no líf, það getur sagt þér. Wow, Oh my god! Nei, hann hefur örugglega reynt að hitta hann hinum einn. Já, einmitt. Wow! Nei! Ok. Hérna er Dan kominn á set point hérna. Er hann á leiðinni í Grand Final? Það lítur alltaf vel út fyrir hann eins og er. Það er ekki alveg að ná með því. Flottur. Chip hérna ágætlega mikið. Ok, kominn hérna. Nei, hann er ekki alveg. Einar að burst beita. Ok, kemur sitt eitt burst. Ok, Yes, og burstið tilbaka. Það ætla ekki einu svona að taka sensur. Nei, lóinu hérna. Með bara í loftinu, bara í vörn, sko. Já. No! Ok. Hann á metir. Nei, hann lifir þetta. Það hlýtur að vera. Já, hann lifir þetta. Ok. En... Ó! Hvað? Crownless þarf að gera eitthvað gott hérna. Hann er allt þetta faultless defense hérna. Nei, hvað er minn við hann? Close-slash í whiffar. Ok, hann blokkar YRC. Oh my god, er þetta no? Þarna er það. Oh my god. Og þarna kemur það. Endir. Og við förum í Grand Final með Dan 50 að taka sitt revenge match gegn honum Egil. Oh my god. Hvað var það, 3-1? Já, mér finnst það sko, 3-1. Glæsilegt. Heyrðu, þá er það bara Grand Final. Þá er það bara beint í Grand Final. Þá er það Egil. Ég og Dan aftur, ha? Egil og Dan 50. Alright, heyrðu. See you on the other side. Yes, sir. Heyrðu, þá fyrir við að gera okkur tilbúna hérna fyrir seinasta leikinn. Ég vil minna fólk á að ef að vill tjekka á Discordin okkar, þá er það þarna. QR-kóðun fyrir Discordið er þarna. Og það væri gaman að geta séð hvað menn, hvernig þeir halda áfram. Nú fyrir við vonandi að fara að klára þetta mót hérna. Ég er að logna út af þreytu. Þannig að það er komið að því. Þú farið heim? Já, farið varlega. Það er þægilegt veður og ég þarf að komast. Já, algjörlega. Það var komið að því seinasti leikur dagsins. Það er Dan 50 og Egil. Ok. Það var það Batman og Kai. Vil ekki finna. Ætlaði takk ekki örugglega button check að venju eins og allir hafa gert. Það er víst bara hann hefði núna að allir takki button check.
Nú munum menn bara gera sér tilbúna hérna, ég veit ekki hvort það, eins og ég segi, ég veit ekki hvort það er rétt að taka button check eða ekki, en það er öllum líkindum að fara að taka hérna, fara inn beint í Grand Finalið með, þetta var einmitt, hefur verið akkurat öfugt Grand Final, þar sem að Dan 50 var á winner-side og Egill á loser-side og það var frekar jafnt þegar að það gerist, minnir mig. Þannig að núna er spurning hversu jafnt þetta verður. Þetta var náttúrulega hnífjafnt þegar þið voru að keppa á hann. Og hérna förum við í seinasta leik dagsins, Grand Final Nýðhaukur 24, Guilty Gear Strive, Dan 50 og Egill. Hver er að fara að taka bikarinn? Ég byrja vel hjá honum, Nagli. Nóttur hérna kemur áfram. Góð offense hérna á leiðinni til hans. Greinilega eru button checkin rosalega mikilvægt því að það var ekki dash button á sama stað og átt að vera. Þannig að við lifum og lærum. Ég veit ekki hvað ég get sagt. Hann var nú að spila þetta rétt áðan, var ekki, ég veit ekki hvernig það gerist. Haldið áfram þaðan. Og þeir halda bara áfram, beint í næsta. Ok, við höfum núna fengið að sjá aðeins meira. Nóttur hérna, komið sér áfram. Komður inn á, nei, nær ekki að taka þróið þarna. En flottur, nei, heyrðu, ok. Dan nær þarna og tekur fyrsta round. Núna er spurningin hvernig þetta halda áfram. Fyrsta round allavega komið á Dan, Egill burstinu sínu. Svo farum við alltaf byrjað roundið á því að klára burstið. Flott DP hérna til að koma á sér, hann er með góð tímasetningar á þessum DP-um hérna. Nær að resetta slide þarna komandi frá. Burstið komin á góðan stað hérna samt sem að nýtti burstið á fullkominn tíma til þess að koma á sér hinum með veginn. Ok, mikið af hlutum hérna. Og jafnar lífið, ok, og tension metir núna, nei, heyrðu, Wildersholt, aðstoðar hann Dan eða að koma að þessu, ætla hann koma nú Nína, já, ég held að það sé dauður, yes sir, Dan tekur fyrsta leik, vel spilað í honum, og ég ætla að gera nú eitthvað gott hérna, ef hann vill ekki fá bracket resetið. En hann Dan er að standa sig mjög vel hérna að breyta, að adjusta hvað hann ætlar að gera til þess að spila gegn honum. Ok, gott hérna, hann nær góðu. Komin inn núna. Yes sir, kemur hann að vegnum. Yes sir. 40% eftir lífinu hérna. Geggjað flottur hérna með hann í alveg í vegnum. Góðum stað. Hann átti mér ekki súper til að klára þetta. En þarna bara eitt gott hérna slags til þess að klára þetta. Potar aðeins í hann. Ég mitt að reyna að pota meira í hann. Burst er strax búið aftur. Dan vill ekki að rándi byrja á því að missa lífið. Og hérna kominn. Wallbreak strax hérna og Egill á góðum stað með positive. Annan slide inn, kemur nær honum hérna. Ekki alveg nóg til að fá meter. En spurning hvort hann hefði líka viljað bara geima það. Nú, annars slide hérna, wow! Hann er bara að lenda öllum þessum slætum
og burstið á seinustu sekundu. Klúrast þarna alveg í lokin. Er Batman comebackið að koma núna? Það er einhvers þar að finna sér hérna. Og slætið, eins og ég segi, slætið nær inn 1-1, ok. Hann er á góðum staðan Egill hérna, nær að loka fyrir þetta. Það má kannski aðeins að kveikja á sér líka. Kannski líka hafi verið þessi pása sem að eyðilæði smá fyrir honum. En Danur líka standa sig vel hérna leið og hann nær einhver áraðast, þá er hann komin hérna inn. Gott throw break. Lendir á góðu, ok, DP-ið komið sér í burtu. Og hann DP til að koma sér aðeins lengra. Og throw hérna, vel gert. Flottur, ok. Jafnar þetta vel. Slætið aftur. Karakanselið. Hann er á góðum stað og nærði algjörlega þarna. Já. Egill að standa sig með príði hérna. Og aftur, þú veist, þetta er bara leið að næra einhverju í vegginn. Counterinn þarna og burstið var að eignast burst en nýtir sér ekki, en það var strax gott að geima það aðeins lengur. Gott annað slæt þarna. Reyndi að beita burstinu þarna en það virkaði ekki. Ok. Það er ekkert annað. Fáum hérna að sjá. Nei, ok. Þeir eru jafnir. Ágætlega jafnir bæði með meter og nei. Og throwið, backthrowið inn í vegginn. Annað back. Hörðu, ok. Það er ekkert annað. Egill 2-1 hérna. Er hann að fara að ná að sigra Dan hérna? Dan þarf allavega að snúa einhverju við til þess að gera bracket resetið. Burstið farið hjá Agli. Með hugsun hvað Dan gerir til þess að reyna að ná Agli. Hann þarf svo mikið að ná einhverju hérna en Egill bara er í vörninni. Þetta er bara, hann er örugglega búinn að gera meira chip heldur en venjulegt damage hérna, hann var svo lengi í vörn. Nær ekki alveg. DP-ið komið að sér, hann nota super. Hann hittið yes sir, ég var að mynda að segja. Hann var vissum að hann hafi verið ít að taka. Oh my god, vel gert þetta. Þarna komin í vegginn. Og hann nær hérna að pikka þessu upp. Og nær öðru, ok. Dan er ennþá inn í þessu sko. Hann náði hérna rándi. Það þarf bara að ná öðru hérna og þá er hann alveg að fara að ná þessu reseti. Sjá þetta range sem hann hefur líka, sem er heppilegt. Það er bara allt á það er bara allt á seiði á skjánum. Ok. Dan með gott forskot hérna. Nær ekki Karakansen ára góðum tíma en nær að komast fram í þessu þrói og ekkert sem að Egill gat gert þessu. 2-2. Beint í næsta. Þeir eru báðir hérna á eða Egill er á tournament game og Dan er á reset, tournament reset. Ok, Egill að standa sig þvílíkt vel hérna næst súperinu eins annað throw, hann er rosalega góð með þessi throw hérna. Oh my god, varði sig gegn þessu. Virkaði ekki yellow. Núna er hann og DP. Slide, yes! Ok, tournament
round á Egil. Dan þarf að vakna hér. Ef hann ætlar að ná resetinu. Góð byrjun. Það er bara vörn. En kemur sér inn. Lóið þarna. Flottur að koma sér áfram. Hann á börstið og nýtist. Nei, heyrðu, hann beitaði börstið þarna alveg í lokin. Oh my god, og tensionið hérna. Gott throw break. Núna er Egil á góðum stað og nærslætin hérna. Er þetta búið? Er hann með þetta? Ekki droppa þessu, Egil. DP. Það er ekkert sem hann þarf að gera í viðbót. Það er bara chipið. Hann á engan tension meter eftir til þess að gera mikið faultless defense. En sjá þetta! Nei, að beita því bursti! Oh my god! Ó nei, núna er þetta Dan. Egil má ekki detta út hér. Þarna! Og Egil tekur. Konungurinn hefur risið aftur. Kominn á ný. Enn og aftur. Það var ekkert annað. Þetta var ótrúlega langt mót. Klukkan er 9:30. Við ætlum að fara að kalla þetta gott. Heyrðu, þarna fyrir myndavélina á flakk. Ég ætla ekki að halda fólki mikið lengur. Bara takk fyrir þeir sem horfðu, takk fyrir þeir sem kepptu og mættu og takk Next Level Gaming fyrir það að hafa okkur. Endilega kíkja á QR-kóðan hérna. Nei, hinveginn. Hérna. QR-kóðan hérna. Ég náði því. Ég náði því. QR-kóðan þarna til þess að komast inn á Discordu okkar. Þannig að bara gegja þið. Heyrðu, takk aftur. Kærlega fyrir okkur. Endilega kíkja á Jötunheim. Tekken League, endilega kíkja á það líka. Ég glemdi að auglýsa það náttúrulega, en við bara verðum við bara sjáumst aftur eftir 2 vikur þegar að það er Street Fighter og Tekken mót. Við sjáumst.